Jæja Halli Hvað segirðu? Ég bara góður en þú sjálfur Ég er bara góður. Það ekki? Jú. Hvernig, þú ert í fríi? Nei. Já, þetta er fyrsta skipti sem ég er ekki að vinna Já, þú Ég ert er bara alltaf að vinna. eldhress og ég var ekkert að vinna neitt Þú ert alltaf eitthvað, ég var að koma úr vinnunni og ég er þreyttur og við erum að fara að byrja þetta og... Nei, ég kláraði 5 daga vaktarsuppi í gær og núna er ég bara laus til mánudag Já. Dvöldlega Djöfull, það er gott maður. Jú, ég er löng helgi og Við tókum allir káttir fund daginn, sátum saman á kaffihúsi í strákarnir og vorum að plana skúra heimsóknindar sem við höfum verið að ræða. Getum við verið að segja frá því núna? Já, það er alveg eitthvað sem að Já, við ætlum að eitthvað vera sem með kemur vonandi út í svona þáttum. Já, við skulum ekki sjá of mikið en það verður svona kannski það sem við erum ekkert beint hérna við erum kannski á verið norðverð með myndaverðina og hlaupandum og við kíkjum á fólk og kíkjum á einhverja bíla og kíkjum á einhverja skúra og sjá hvað fólk er að brasa fyrir sumarið Já. og vonandi fáum við að sjá einhverja tæki og tól sem kannski fólk hefur ekkert verið að sjá áður Nei, á akkurat. göturum Gert svona, já, það er svona behind the pælingin scenes. að gera svona þáttaræðir. Já. Og, í vídeo þess já, í vídeoþáttaræðir. Spotify, jú verður sennilega á Spotify líka Já, ég held að það verður skemmtilegast að setja það inn líka, sko. Já, En við ákveðum að hérna, fá svona, kíkja þessi í heiminn á þeim sem að hafa verið að gera bílaþátt. Fengum með okkur Torkur, Sælir, blessarsæll. sælir. Hvað segir þá? Ég er bara þokkalega góður. Segðu okkur hérna, Torkur, Já, James Einar, yes sir. hvað hérna, hvernig byrjaði Torkur? Og svona eiginlega þegar rann upp fyrir mér að BBC ætlaði aldrei að ráða mig að sjá Top Gear í rauninni. já, Og þá hugsaði ég að hérna, ég er bara að reyna að gera þetta sjálfur. Þess mér að, já. Þannig að, nei, ég ætlaði alltaf upprunnilega sko að, ég sem sagt, er ljósmyndur og videografer fyrst sko. Og ég ætlaði aldrei að vera fyrir framann myndavélina. Nei. Mín hugmynd var alltaf sko, ég var alltaf að taka myndir af bílum og svona dóti og alltaf sem sagt, að selja mig í það bara að taka markaðsefni, markaðskontent af bílum og svona dóti og selja umbúðunum og hérna, svo komst ég að því að það er öðruvísi reglur í sem sagt bílaheiminum þegar kemur að því að kaupa efni af bílum og svo framvegis, þannig að svona strangar fegurunarreglur og þar alls konar dót fram til göttunum, svona style guides, brand guides og dót sem að ljósmyndarar og fólk þarf að hérna fara eftir sem er að taka svoleiðis efni og umbúðin hafa eiginlega svona tæknilega séð ekkert það að segja út í heimi sko, það er yfirleitt svona. Þannig að hérna þá ætlaði ég að reyna að hugsaði ég bara þú veist, mér langaði einhvern veginn að komast í það að vera í kringum bíla því að ég er engin grease monkey sko, ég er engin koppavitsapi eina sem ég kann að gera gæti að redda mér að skipta olíu sko og 2 stórmódela Volkswagen Caddy that's about it þannig að ég er ekki nóg hæfur til að eiga skúr með bílum og laga það og skrúa sjálfur og svoleið sko. Þannig að hérna, mín hugmynd var svona að það væri miklu skemmtilega að einhver myndi kasta í mig lyklunum og leyfa mig bara að keyra En þú er svona mikið bílagaur fyrir þetta það? Já, algjörlega sko. Þú veist, ég væri óbúslega til í að eiga þannig skúr með öllum þessum bílum sko. Ef ég geti bara verið með sem sagt, mann sem ég geti fengið heim til mín til að laga sem þurft að laga sko. Það kostar Já, það kostar sko. Já. Þannig að hérna, ég hugsaði að þetta væri bara ágætis leið svona til að komast inn í einhvern bílakúltúr almennt sko. Já, þú veist, þú þarft ekki endilega það þurfa að rífa móturinn í sundur og setja hann saman þetta vera bílagaur sko. Nei, það er svona stundur sko sem maður svona hefur það svona helt að lengi sko, að maður getur eiginlega ekki verið bílagaur sko nema og kanta, þú veist, skiptum headpakningu eða ef maður á BMW þá maður ansið lægin að skiptum metallogsbakninga líka, þannig að það er eitthvað sem ég hefur þurft að læra. Nei, hvað var það, Vanos, Solenoid og eitthvað brass? Já, nákvæmlega, þannig að hérna, þetta var svona, já, ég er svona hrifinn af svona Ég er hrifinn af lífstílum á bakvið bílategundum. Ég er svolítið, svona sem ég kem inn í bíladellu svona tengist svona, svolítið svona, hvað maður segja, markhópunum, brandinu, þú veist, hvernig fólk ákveður að kaupa þetta módel eða þennan bíl eða þetta merki eða hvar kemur á hausinn eða þú veist, hvernig selur ykkur að þú farir frá þessum bíl yfir í þennan eða frá frá bensín yfir í rafmagn og allt þetta dót sko. Þannig að mér finnst það svolítið skemmtileg pæling sko. Og kannski meira fyrir bara hvað merkið stendur fyrir og fyrir hvað stendur merkið fyrir og hvernig hefur það breyst í gegnum áratugina sko. Þannig að það er það sem mér finnst svolítið skemmtilega pælingar sko. Það er bara góð punktur hér að
eins og það segja brist. Já, Það er stór munur eins og ég horfði okkar vídeo daginn eins og Volkswagen. Já. Að það var svaka Volkswagen menning fyrir svona 20 árum síðan. já, Sérstaklega í Bandaríkjunum og í Íslandi og svona. Það voru og voru þeir með Vorter C og voru að sponsa það og allt eitthvað svona dót og svo núna eru þeir eiginlega hættir því. Þeir eru að framleiða mikið minni af varahlutum í alla gamla bílana og eru ekkert að sponsa neitt. En ef þú farið til Brasilíu sko, þar færðu varahluti í alla gamlu Já, bílunar og gamlu Golfuna og svoleiðis. En já, ég veit hvað það meina sko, því fyrsti bílinn minn var Volkswagen Golf Mark II sko. Já. Og eina ástæðin sem ég hefði áhuga á honum út af því að hann var sem sagt með 4 ljósum að framá sko. Og var þessi nálægt í að komst að vera BMW sko. Já, akkurat. Það er nálægt í að vera Nú er hatt skotið á Volkswagen kallana. Nú eru allir Volkswagen kallar heima bara kýla skjáin. en svo einhverjum ástæðum hef ég verið endað og óbúslega mikið af Volkswagen bílu sko, þannig að ég hafi einhverja rosa sérstakar tauga til þeirra sko. Þú veist, já. Þú ert ekki svona hardcore Volkswagengur. Nei, ég hef samt alveg gaman á svona gömlum golfum og gömlum Jetta og svona, já, það er alveg nettir Volkswagenar en á milli, sko, það er ekkert að því, sko, en mér reyndar þar sem eru komnir í dag, svona pínu döllur, pínu svona ískapalegt, sko, þetta er svona ID ískapur 1 og ID ískapur 3, sko. Er ekki bara allt orðið svona? Mér finnst að ég hef bara ekkert séð neitt bíl sem hefur komið út, kannski senastu 4 ár, sem ég horfa á bara, já, mér langur í þetta. Nei. Bara persónulega, ég veit það ekki. Nei, sko, það er, já, þetta er svolítið ískapastrýð þennan heimastundum, sko, sérstaklega þegar kemur að svona, hvað maður segja, svona affordable nýjum bílum, sko. Akkurat. Já, bara, já, við vorum að koma út með nýjan bíl og þetta er rafmagnsjeplingur eins og allir aðrir. Já, rafmagnsjeplingur og kannski frá einhverju kínversku bílaframleiðenda, sem by the way, það er ekkert að því. Nei, fullt af góðum bílum frá kínverunum, sko, eitthvað svo leiðis, aftur, en þannig kemur þetta með brandi, sko. Hvernig tengir þú við eitthvað þýskt merki versus eitthvað kínverskt merki sem að þú varst að heyrum, fattið mig. Akkurat. Ég veit ekki, ég bara, þú veist, þeir náttúrulega hafa verið að eins og BMW og Benz og svona og Audi og svona sem eru með nýja rafmagnsbíla hafa verið að svolítið reyna að treysta á því. Já. Þess að Ford, ég er mjög hrifinn af Ford sko, ég náttúrulega búin að eiga bara Ford eiginlega og þeir eru eins og með Mustangin, þannig að Mach-E, það er bara, sorry, en bara sá sem ákvað að setja þetta merki á þennan bíl. Ég skildi, það er bara synd. Sko, þetta er nefnilega alveg fullkomið dæmi að þú ætlar að fara í, þú veist, einhverja markaðsfræði áfanga í brand, loyalty og hvernig þú ætlar að nota undir brandi eitthvað sko. Því gerði þetta náttúrulega með Capri-in líka sko, því að Capri er náttúrulega bara Mustang Evrópu á sínum tíma. Já, geggjaður. Og gamli er sem sagt, ekki nýr. Já, gamli, ekki nýr. Nei, en það er að hafa tekið þessa, með þess að Explorerinn á nýja Ramax Explorer Fordinu sko, það tekið öll þessi íkonisku merki og gert hluti við á sem að, já, gamlir Ford hundar eiga erfitt með að sætta sig sko. En svo veldur maður fyrir sig sko, ætla þeir að selja þeim markhópi gamla bíla, fattiði mig, þú veist, þú veist, pabbi minn átti Ford Capri sko, í gamla dag, svona í kringum rétt áður en ég fætti sko. Og þess vegna hef ég svona tengingu við Capri til dæmis sko, þess vegna veit ég bara, þú veist, ég veit að það var ekkert mikið af Capri á Ísland út í að við vorum Bandaríkjamenn í þessu með Mustangan og svoleiðis sko. Þannig að fyrir mig er þetta bara, þetta er ekki Capri, og það eru svona, já, 50 plus kallanir. En ég veit ekki sko hvort að Ford sé að reyna að selja 50 plus köllunum Ramax Capri-in eða hvort það sé einhver annar yngri markhópur eða hvað er allir sé með það sko. Þannig að ég ætla að gefa þeim svona pínu benefit of the doubt þótt ég sé sammála ykkur í megindráttu með þetta og þetta er ekki Mustang, þetta er ekki Capri og þetta er ekki eins og Ford Explorer. Nei, bara þú veist, það er bara verið að svona, eins og þessi kallar svona water down. Það er bara verið að svona ekki skemma, mínum að því, svona skemma pínu image það, því að eins og ég er með ST Focus, ekta ST, ekki, þetta ST Line? Nei, þetta er ekki ST Line, þetta er ekta ST. Og þá er þetta komið núna með Explorer ST Line. Þá eins og með M til dæmis á síðan tíma. Það er svipað. Já, það er með bílaframleiðendur eru að skamma sín svolítið sko, þeir eru fara að nota sko S-Line, M, AMG, allt þetta dót til að, þetta er náttúrulega bara skarkgripir. Nú situm við á tattoostofu, fattiði mig, og þú veist, þegar er ekkert substance á bakvið skreitinguna, þetta er bara, já, heyrðu, ég er með lippa 18 sem er M, eitthvað bara, wow, hvað er henni í hestubli? Þetta er bara stokk, sko. Bara 320D og bara, ok. Why? Hvers náttúrulega fengið bara 316 BMW með M-Tech pakkanum, það var með M-lookinu, sko. Og það var alveg þar, sko. Ég hef kunna meta frekar í gamla daga þegar strákanir voru bara að líma M-merki á, sko,
E30 BMW hana 316 sko. Mér fannst það minna lúðalegt en að kaupa það nýtt úr umbúðinu Þegar að fólk var að kaupa þú veist, ég var þar sko, þú veist, Já. ég átti, þú veist, já, E30 og E36 og svona, Já. þú veist, ég er þar einmitt, þú veist, kaupa M-stuðarna og Já, setja það á og eitthvað. Þannig að Þú veist, það er alltaf lægi. En þarna læra þeir náttúrulega, þeir sjá bara, hörðu, fólk er að hérna uppbadja, skilur, Já, þeir setja M-merki á 321 og við skulum bara gera það sjálfur, skilur, til að selja það. Já, og svo bara hækkar um einhverja x%, 10% Aukaverð Já, bara. já. En svo er spurning, þá er það komið það bara, hefðu hvað, en ertu ekki þá bara minka virðið á ekta M? Já. En þá er það ekki eins exclusive. Nei, það er spurning hver þið byrja og hver er enda sko. Ég held þessu svona að skjóta sér sjálfan í fótinn, pínu. Svo ertu svona með svona luxusvörumerki eins og Benz sem að hafa þá AMG og svo eru þeir líka með Brabus. Já. Þeir eigi ekki Brabus. Nei, þeir eigi ekki Brabus en það tengi ekki allir samt Brabus við Benz. Jú. Er það ekki bara Benz tuning? Þú veist, Jú. ég veit að þeir hafa tekið önnur merki fyrir og alls svoleiðis en ég veit ekki, ég held að flestir tengi Brabus við Benz sko. Já, þeir gerðu hvað? Hamman voru náttúrulega þannig með BMW á tímabili. En Ég held þeir séu svona enga fyrirtæki en þeir vinna samt mjög mikið saman. Er þetta ekki meira svo Alpína? Já, ég skal Jú, segja jú. það sko. Já. Þeir keiftu nú, BMW keiftu Alpína núna? Voru þeir að kaupa það? Þeir keiftu, sko, ég horfði á vídeo Já. á Haggerty Media eða eitthvað. Já. Og svo kom fréttin það eftir áramót að þeir, BMW kaupir Alpína en Alpína býr til, þegar hann bjóð til annað, Alpína Classic. Þannig að þeir sjáum að selja varluti og breyta svona gamla BMW í Alpína Classic en Alpína sjálf brandið BMW keifti þá. Ok, áhugavert. Ég svo 99% þess, ég las eitthvað um það. Mér geta alveg verið til sko. Og þá færðu Alpína EV eitthvað ógeð. Já, vonandi ekki maður. Veist, ég get alveg, það er búið að M-ið er búið að vera með sellout sko, en ég vona að þeir haldi nú Alpínaðinu og aðeins svona exclusive sko. Já, vonandi. Það verður að vera eitthvað bakvið að þú keirir á Alpína dótið fyrst mér. akkurat. Já, þetta var alltaf svona special. Það er bara toppurinn sko. Já, bara. Ég veit ekki, bara það er eitthvað sem er bara, þú veist, búið að tattoo á mig síðan ég var í hausin á mér sko, að þú er bara búin að meika að þú átt orginal Alpínu sko. Akkurat. Já, þetta er bara eins og AMG, þú veist. Það er út með hvern sem er Benz, svo bara, ef þetta er AMG þá er þetta. Það er líka búið að skemma það pínu. Þú getur fengið, hvað, þú veist, E43 AMG, sem er ekki að fáta á, en mínu mati, ef þetta er ekki 8 silindar, þá er þetta ekki AMG. Ég er þar, sko. Það má alveg færa fyrir því rök sko, en þetta er sama BMW megin líka sko, eins með nýja M5 sko, það er 6 silindra, inline 6 sko, hybrid, Akkurat. plug-in hybrid. Já, er hann 6 silindar? Svo B58 þá? Nei, hvernig var þetta? Sama Nei, mótorinn? hann er 8 silindra plug-in hybrid. Ég held það, já. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Já. Já, en það er það út í að hann er plug-in hybrid og hann er miklu þingri. Þá Já, kallaði hann eins þetta hlussu M5. Já, sko. já. Mér finnst það bara ekki flott. Og svo er það M4, það er sennilega inline 6. Já, M4 og M3, þeir eru B58. Já. Hvað er hann, 2,5 tonn eða eitthvað? 5. Já, þetta er eins og bara flutningaskip, sko. Ég hef ekki skoðað hennar nýja, sko, hann er ógeðslega þungur, sko. En hei, hann kom í wagon. Þannig Já, að já, við skulum bara það er fyrir cool. ekki. Jú, þetta er töff bíl, en samt, það er einn í Keflavík. Já. Ég vinn upp á flugvöll og það er einhver sem á svona grænan. Já. Sem leggur hann alltaf nefn á bílið, Já. einhver sem yfir þarna á bílið eða eitthvað. Ég veit ekki, ég horfði á þetta svona, hann er töff að aftan, svona alltaf leið. Mér finnst bara frammyndin bara því miður hræðilur. En hvað heldur þið muni finnast eftir 10 ár? Náttúrulega, þetta er flott með allt annað sem þetta sölu, Já. skilurðu, en Þú veist, ég meina það þannig sko, þú veist, þegar að hérna, E60 M5 kom, þú veist, E60 botið er arguably ekki fallegasta 5-línu botið sem hefur verið framleitt sko. ég man bara eftir Top Gear þáttinn, Já. þegar þeir tölum að þetta var bara ljótast sem ég var ever, Já, það var og- var ekki til ljótara. Og ég er svona, er að vissuleiti sammála því svona, ennþá hérna, en hann hefur samt elst Já, Merkilega mjög vel, mjög sko. merkilega vel. Já, en samt, þarna koma þeir úr E39 Já. tímabilið yfir E60 og bara Já, ok, já. þetta er drasl. Samt, ef þú leggur mint condition E39 M5 Já, hlýðan mint condition E60 M5 E39 er bara mikil hóðari. allan daginn Það Já, er já, bara, þú veist, fallegri bíl. og svo ef þú ferði næsta sem er eitthvað F10 F10, já. ég tæki F10 allan daginn bodílega séð fram yfir E Já, 60. já.
Já. Þú veist, Algjörlega. mér finnst E60 sísta fimmann. Ég myndi bara segja Svo bara E39 fyrir mig. Ég ekki mikið bíókall, Nei, en ég alveg M-kall. já. Ég hef engan áhuga bíóaf, Nei, nema þetta sé M. já. Og E39 og F10, þetta er flottustuðum. Fjölskyldi bílinn heima. Og líka náttúrulega Hvað var það hitt? Nei, hvað kom á undan E39? Það var E28. Já, það er líka Nei, það var E34. E34, já. Já, E34 fyrir ekki, svo kemur E28. Já, þessi þrýr. Já. E34, E39 og E34 en 5 er náttúrulega bara geðveikur sko. það er sturlaði bíl. Það er svona pínu bonkers eða Það- svona var pínu crazy bíl þegar hann kom. Það hefur verið Akkurat. væntanlega það sem þú varst að fara í með golfinn. Já, Tíma, með 4 ljós. Nákvæmlega. Nei, það var meira E28 út eða það voru innri ljósin voru aðeins minni. Já, eins og akkurat. bílarnir, sko. þetta er átt að vera svo leið sko, nákvæmlega. Þannig að það var það út eða mamma og pappi átti E28 sko. Þannig að þetta var að vera aðeins minna sko. Já, það var svona mini-me. Algjörlega sko. Já. Nei, þetta er En hvernig þú ert með þessa þætti, þetta er á Vísi eða ekki? var á vísi. Var á Vísi? Mér var sparkað þannig þegar að Nú. öllum hinnum var sparkað. Nú, ok. Ég var bara frílans eins Já. og flestir voru á vísi. Þú veist, ég held að allir útvarpsstöðlinni séu frílansræður sko. Mhm. En Það var svo verktæki þá. bara verktaki Já, já. og og það var bara ekki endur nýjað við mig og ég meina, þeir sem hafa fylgst með fréttum hafa séð það. Mhm. Það hafa verið alls konar niðurskurður og verðhækkanir og svoleiðis sjá Já. sín sem að á Mhm. vísi. Þannig að ég er sem sagt hvað mér að segja, farið í svona soft reboot og hef verið að bara starta mínum einn fjölmiðil í rauninni, Já. bara torkur.com Mhm. Já, ok. og þegar núna er ég búin að keyra konceptið í að vera 6 ár sko Mhm. og er með mína tengingar inn í umbúðin og svona fólk hinga og þangað sko Já, Akkurat. mitt. og ég er sem sagt með sem sagt starfadagstæla í markaðsmálum og er sem sagt það er bara mitt lifibrauð sko. Mhm. Þannig að ég bara farin í það að PR sjálfa mig og auglýsta sjálfa mig á samfélagsmiðlum hvort sem það sé Meta, Google og er bara að reyna að keyra upp minn eigin fjölmiðil annars að það eigi að vera fókusinn sem slíkur, Akkurat. sko. Þú veist, það er bara svona, þú veist, ég ætla ekki að verða ríkur á þessu sko en en það er samt allt í lagi að, þú veist Bara ekki að láta þetta í út sko. Nei, nákvæmlega, ég vil geta halda þessu áfram sko og það er líka svona hvað maður að segja það er áhugavert að sjá hverjir af svona gömlu kunnunum eldamann þegar þú ert ekki með sín eða vísi batterið fyrir aftur sig sko, þú ert ekki með PR-vélina þegar maður er bara maður sjálfur sko þá svona sér maður Hver kann að meta? hver kann að meta Já. og hver lítur á mann sem hvað maður að segja, svona supplement við vöruna sem þeir eru að selja Mhm. þeir líta svona Lítaði bara sem auðlýsingu. Já, veist, það fer alltaf í taugunar á mér sko þegar ég er að vinna með markaðsmálarmenn að tala um það svona, já, við þurfum að eyða í markaðsmál, þú veist, þú ert ekki að eyða, þú ert að fjárfesta Akkurat. Nákvæmlega. og ég vil alltaf líta á þannig sko, þú ert að fjárfesta Já, að fjárfesta í mér mér finnst sko eins og þú segir markaðsmál með bíla mér finnst flott þannig að þessum heklagerði með skótuna þannig að 1.000.000 kilometra skótan Já. það er eina auglýsingin á YouTube Já. sem ég skipaði ekki Nei. ég kláraði hana, hann er mér finnst það geggjuð hann er bara svo næs gamli Já, kallinn já. bóndið sko en mér finnst vanta meiri svona eins og var í gamla eins og það Benni fór með 911 upp á skjaldbreytt Já. eitthvað svona urgla það vantar vantar eitthvað svona sko, ég hef gert alls konar svona heimskulega hluti á bílunum sem ég fæði lánaða stundum sko. og stundum er ég alveg hissa hvað ég er lítið skammaður fyrir það Mhm. þetta er allt trítmaður með svona já, exactly sko. Þetta er allt- Nei, en það var það var eitt í mann að það var ég að prófa nýja Volkswagen Amarokkin Já. pattbílinn sem er bæði vei með 6-cylindra dísilvél indislegt kvikindi sko. já, það var alveg tók og bara svona geggjaði pattbíl sko. ekta bíl bara Já, bara, Ekta þú bíll. veist, þetta er svona þetta hugsaði er bara svona allt mitt já, bara 3 lítra sleggja og Já, algjörlega ekkert hybrid kæftæði Nei, en það hugsaði sko ég keyrði upp að langjökli fór okkur línu vegi á okkur svona dót sko, prófa hann á frót og keyrði yfir eitthvað ár og bara svona þess að maður var að gera og svo svona, þú veist, ég hugsaði að ég ætla að gera eitthvað meira og þess að mamma er þess að garðyrkjubóndi og hún á gamlan Ferguson traktor Mhm. frá 53 á mostækjum, hann getur lift hún er þess að gúrkjubóndi, þannig að hún á þess að yfirleitt bretti á gúrkum inn í skúr já, og eitt af svona því sem að Volkswagen skrifaði og sagði bara svona að þessi bíl getur tekið júróbretti á pallin og ég sagði fuck it, ég ætla að prófa þetta þannig ég tók
70 ára gamlan Massey Ferguson Mhm. með já, og hann gæti tekið 800 kíló með fullt bretti af gúrkum og sett hann sem sagt Já, aftur. já, já. Veist, þetta er ekki skurðanhýfur sko, þetta er gamall traktor Já. og það veist, ég veit það ekki Smá riski pínu. já, pínu, og þetta var hvað, 14-15 miljón krónar bíl sko Já. og það er svona, það er eins gott að ég missi ekki brettið ofan á eitthvað starra, eða veist, að ég hitti Já, þú veist. þú varst ekki búin að byggja leiði fyrir þetta fyrir svo. Nei, ég ákvað að taka bara sensin og sjá til síðan hvort að ég fengi Er ekki betra léttar að byggja fyrirgefningu? það er heldur en alltaf leyfi? þannig sko Já, við Við erum erum bara að- oft, sko. já, Það er Þannig- betra, það er auðveldar að byggja fyrirgefninga eftir að heldur en leifi fyrir. já, já Já. og þannig að svona, og ég hef oft reynd að nýta bíluna sem ég fæ í eitthvað sem ég þarf að gera ekkert tíma þurfti ég er hérna þessi hestum og svo leis vandaði einu svona að ferja hesta á milli landsluta og en málið er að ég átti hvorki bíl með krók niður hestakerru þannig að ég hafði samband við BL á þeim tíma og sagði Isuzu D-Max, það er ekki eitthvað sem við þurfum að prófa jú, endilega ég sagði, ég ætla, er ekki flott að prófa að draga eitthvað á honum 3,5 tonn, jú, bara endilega og svo hringdi ég í Víkurverk er þið með eitthvað hestakerru sem ykkur langar til að selja Ok. já, við erum með eina 3 hesta I4 Williams, ég ekki bara já væri ekki til í að vera að sponsa þættinum þarftu ekki að borga mér neitt nema það að ég fæ að nota kerruna til að keyra hrossin á milli landsluta það er bara geggjaði dýlmaður Ok. þannig ég fór Svo auglýsing fyrir þá. já, Bara- þannig ég fór og sótti í Isuzuinn og keyrði sig bara upp og sótti hestakerruna og keyrði sig að söður og sótti hestana, keyrði það yfir gerði þess að þátt úr því Já. þú veist, þetta er eins mundane Sniðut. og boring hlutur og hugsast getur en ég hugsaði þú þarf samt að segja frá því og þetta er eitthvað sem að fólk þarf að gera og fólk gerir Já, minna, þú veist, ég finnst það sniðut. já, þú veist, Ég myndi alveg að horfa á það. En þarna tengir líka, þú veist, eins og þátturinn fyrir mögulega einhvern sem að er í hestum og hann er bara eitthvað að horfa á þáttiðin og bara eitthvað, herri, já, býtu, ok, hann er bara með hestakerfinu og hestan aftan í og tengi miklu meira það bara kannski við því, sko. bara vonandi sko Mm. og þarna er líka annar hópur af fólki sem þarf að kaupa kerrur eða aftanimagna sko. Já. og eins og ég segi þú veist, í hestamennskunni hef ég meira gaman af því að vesenast í kringum hestana en að vera actually á þeim sko Mhm. þannig að þetta var bara eitt skemmtilegsti dagur sem að dunda mig í langan tíma sko. Akkurát. Ég er bara mjög vist að gegja. já, þannig að svona, ég hef oft reynd að finna eitthvað svona að gera Mhm. eitthvað sem að tengir þegar ég fekk að prófa BYD rafmagnsbíl í kringum forsetakostningarna senast Build Your Own Dreams Mhm. og og það var svona, þú veist, kínverjanir þeir framleiða stóra bíla með það í huga að eigandinn vill sitta aftur og láta keyra sig sko. þannig að það voru snertiskjáir og fancy smansi dót sko. og þetta var rétt fyrir áður en að kostninga dóti átt að fara að byrja og ég hugsaði svona hvaða forseta frambjöðandi er svona minnst polarizing sko, ekki katajak þú veist, það vart að fara að opna á svona leiðilegt spjall Wormbox. já, Can of worms. Ástór Magnússon, já, það hefði verið gaman en ekki mikið ára kannski en ég hugsaði, heyrðu, Halla Tómas hún er svona eins neutral og manni getur dottið í hug sko Já, og giskaði rétt. giskaði rétt Þú varst góður og að- þannig ég hefði samandu kostningastjóra Höllu og sagði, heyrðu, má ég nokkuð keyra Höllu í BYD og þú veist, og þið er alltaf að tala um þetta sko að ríkið þarf að vera á rafmagnsdóti Umhverfisvænt. Já, Já. þannig ég fekk að keyra hann Reykjavík og bara eitthvað bara bulla sko, ég Já. var bara léttur sko Já. og hún sá þetta sem bara PR-tækifæri fyrir kostningarnar og sér sko Mhm. Já, bara win-win. já, Bara- þannig að þú veist, það var ógeðslega gaman líka sko, þannig að þú veist bara prófa svona annan vinkil sko Mhm. þó svo að mér finnst rosa svona það eigur á framleiðsluna ef ég er að fara að blanda öðru fólki inn mér í þættina, Mhm. það er alveg allt í lagi sko en þá allt Það í er meiri vinsla, meiri klipp og meira klipp, þá þarf ég að vera meira á annað ef ég er að fara að taka viðtöl líka og svona dót sko Mhm. þá þarf ég að stilla fleiri myndaviljum í einu og þá kannski þarf ég að tvíbóka bílinn og persónuna til þetta allt passi þannig að ég svona hef reynt að gera þetta það sem að ég get bara náða að gera sjálfur þú veist, ég get alveg plöka hestum sko, ég þarf ekki að fara með tímasketsjúl hjá þeim en svoleiðis en að blanda svona öðru fólki við sko, það er veist, ég er ekki heldur Helgi með Gísla Marteini sko, ég nenni því ekki alveg sko Nei, veist, við erum oft þegar við erum bara við tveir sko Já. það bara að senda sér skilbúið að taka upp á morgun eða eitthvað það bara, já, ok Já. en svo þegar þú ert að koma Já. núna, það bara tvekja vikna prósess Já, já, plana allt plan. Já.
algjörlega sem ekkert að því skilur, þetta var partur af þessu. finna út hérna bara, já, er ekki allir búnir að vinna hérna á réttum tíma upp Já. á planeta og Algjörlega. við höfum oft verið bara, herru, fara á morgun, já, hvernig að byrja, 9, þú veist, við erum hérna til 2-3 á nóttunni bara, eitthvað skilur Á viskum degi bara. já, þú veist, Algjörlega. geðið kósí, sko. Já. En hvernig er svona, ef ég bara svona fá þitt, hvernig er svona ideal upptökudagur af Torkgaur? Hvernig fer þetta fram? Svona ímyndað er að þú bara vaknar og bara, þetta er bara perfect. Já, þú Allt ert gengur bara- eins og að ganga. Þú ert bara komið, þú ert bara að fara að sækja bíl og þú veist hvernig gerir þú? Stillir þú bara upp GoPro-um? Já, sko. Þetta er svolítið eins og að vera bóndi, sko. Maður þarf alltaf að hugsa um veðrið líka. En að því gefnu að veðrið sé þokkalegt, sko, að þá tökum bara dæmi, seinasti bíl sem ég fekk lánaður hjá hérna BL var nýji Isuzu D-Maxin áður en að vörugildi fór á og þeir vildu hérna keira meira á að selja dísel. Sá dagur, hann var hérna ég fór og, þú veist, hef sammættu markastjóra hjá Isuzu, eða hjá BL og fæ að sækja hann. Ég oftast reyna að fá að sækja hann á föstu degi rétt fyrir lokun. Það hef ég hann á laugardegi og sunnudegi og geta annarkvort skila bílnum á sunnudagskvöldi eða á mánudagsmorgni. Ég hefur alveg verið í lagi að skila stundum á mánudagsmorgni, sko. Og þá er ég bara með svona rosa basic hugmynd um hvað ég ætla að gera. Ég veit að mér vantar sem sagt b-roll skot, bara efni af bílnum, flott efni. Og svo veit ég að mér vantar sem sagt tala um sem sagt ökumannsrýmið. Það sem þetta bara pallbíl, það þurfti að tala um pallin líka, dráttargetu og svo svona bara svona það var Arctic Trucks breyttur svona hvað er búið að breytast og hæð og aðdýft og allt þetta. Þannig að fyrir eftir hvernig til þetta bíl þetta er. Þannig að ég er búin að sem sagt skrifa hjá mig punta og veit hvað ég ætla að tala um og hérna og þá aftur vantaði mig eitthvað objective. Þannig ég fann eitthvað stað upp á hálendi sem ég ætlaði að keyra og gera þátt í kringum það. Þannig að ég vildi fara upp fyrir snjólínu, því ég vildi keyra hann í snjó og ég vildi líka keyra hann á svona rocky, svona crawling, hérna rock crawling dæmi og allt þar á milli, sko. Og hérna, og svo er svolítið svona mismunandi af hérna, sem sagt, b-roll, ég er náttúrulega að dróna mikið, sko. Þannig ég er mjög mikið að dróna bara sjálf á mig. Ok. Það er háður veðrið svolítið. Já, en það er svo merkilegt hvað þessi dróna geta þola nú til dag, sko. Ég hef keyrt þessa dróna í heimskulegasta veðri, sko, sem maður ætti ekki að reyna, en hérna, þeir þola margt. En þetta verður náttúrulega að vera fallegt líka, sko, því er ekkert að, já. Allt títrandi og skandi. En ertu þá bara, þú veist, þú ert bara keirikstar, stoppar, skellir drónanum upp, fókusar á þig og svo bara leggur frá þér og hann followar, eða? Bæði og, sko. Það fer svolítið eftir í, sko, stundum er tracking mótið á drónunum óbúðslega trekt og hérna, og það bara gerir ekki það sem ég vill gera. Þannig að stundum er maður að reyna að keyra og stýra drónanum með hægri líka, sko. Og hérna, þannig að það fer bara svolítið eftir í, sko, líka hvort ég sé að keyra sem sagt utanvegar, þá er það eiginlega alltaf auðveldara að dróna á því að það er engin umferð sem þú ert að en ef ég er að dróna ekki stað sem er sem sagt opinber vegur, að þá þarf maður að vera svona að stað þar sem það er eins lítil umferð og hægt er. Já, að switcha target og eitthvað svoleiðis, eða? Já, og, hérna, og stundum er drónin í ógeðslega góðu skapi og hann er bara öllu sem maður vil, sko. Stundum gerir hann ekki nokkuð skapaðan hlut sem maður ætlar sér að gera, sko. Og maður endar á því að klára 3-4 batteri og því að maður heldur að maður hafi ekki náðinu skoti. En svo er bíll átt vera svo þegar maður fer að klippa það, sko. Þá er maður með allt og mikið efni og þetta voru vist bara fín skot, sko. Maður bara í móti skapi. Já, en ég er búin að horfa nokkuð þættir, sko. Mér finnst merkilegt að þú sér alfarið einn í þessu. Þannig að, veist, mér finnst það alveg ógeðslega góð gæði og production value, ef maður segir. Takk fyrir það. Mér veit að þú ert bara one man show, eins og maður segir. En það er eins og segi, ég er bara með myndavél bara sem ég smelli upp á sörskálu minni. Og hérna, mér finnst rosa þægilegt að tala og keyra. Mér finnst erfiðar að taka upp ef ég bara stend og spjalla. Ég veit ekki af hverju, mér finnst það skrýtnara, sko. Það er nefnilega, sko, ég var svolítið mikið með, ég var að vlogga svolítið á tímabili og hérna, mér fannst mun auðveldar að vlogga þegar ég fekk mér Osmo myndavél sem var með gimbal og ég held á henni að því ég var að gera eitthvað og ég var svona fókus á þú veist hvað ég var að gera. Mér fannst auðveldar að vlogga ef ég var innan annað fólk sem var svona að gera eitthvað í kringum mig frekar en að ég stóð einn með hvítan vegg bakvið. Það bara mega engin sens. Ég get ekki svoleiðis einmitt að hérna
að standa og tala einhvers staðar bara fyrir fram að myndaðil en leið ert farin að labba, ert farin að sína hvað þú ert að gera og eitthvað, þá dettur maður í rytma sko. Og þú verður líka náttúrulegri. Þess vegna finnst mér gott að keyra sko. Ég er að gera eitthvað annað í rauninni. Ég er ekki bara að tala, ég er að keyra. Og mér vil líka stundum með mér að tala einhverja hestaflatölur eða fjæðranir og bla. Þú veist, þá eins og maður að tala bodyroll í Range Rover til dæmis. Keyra í gegnum hringtorg og sína það in action. Það er eiginlega besta leiðin til að fá til að skilja bodyroll sem að veit ekki hvað bodyroll er sko. Þannig að þú veist, en þú finnst að þú talar Osmoin sko. Það er einmitt ég nota ekki GoPro, ég nota Osmo 3 Pocket, ég man ekki hvað hann heitir náttúrulega. Osmo Pocket 3 Já, og hann er nefnilega með tracking sko. Já. Þá lítur alltaf út eins og ég sé með tökumann með mér. Akkurát. Það er alveg draumurinn sko. Og svo getur hann alltaf stilt hversu mikið action er á. Þannig að það var algjör game changer þessi litla vél sko. Og hefur verið mjög þægilegt ef ég er að ferðast út á frumsýningar á okkur bílum og svona dót sko. Að geta bara verið með þetta litla tæki með sér sko. Akkurát. Og þetta er náttúrulega skítur í 4K og slow motion. Ef að ég er ekki búin að drekka 8 Monster sko, þá er ég alveg nógu stabíl til að láta það duga sko. Akkurát. Þannig að þóttum ég finnst alltaf best að vera með góða DSLR-vél og það er svona. Já, það var svo mikið, það var svo þægilegt. Lítið og þægilegt og virkar vel. Já. En þetta er eins og hjá mér sko, ég byrjaði að vlogga þegar fyrsti Osmo kom út. Já. Bara Osmo Pocket venjulegir. Og svo kom númer 2 og ég var með hana og svo núna byrjaði ég aftur eiginlega að taka eitthvað upp með 3 og en ég er ennþá með hinnar, ég er með 1, 2 og 3 þannig að eins og bíladögum þá var maður bara með alla vélarnar, þá bara rétti maður og þá var maður mismyndi skot og sama eins og núna ég er ekki búin að klippa en við fórum í ferð út í Póllands og keyrðum allavega yfir til Lettlands og eitthvað svona og þá vorum við með mismunandi aðeinar með vélarnar sko. Þannig að þá getur maður fengið mismunandi sjónahótt sko. Algjörlega. En líka svo þægilegt þá stilli ég hana bara. Já. Ég var bara með hana í að hún elti bara skjáinn. Já. Og þá stilli maður hana bara á það og hún elti skjáinn í einhverju X tölu og svo bara gimbalinn og þá skiptir ekki máli fyrir hvernig hún rétti myndalinn. Hann næri ekkert að gera einhver hræðileg skot sko. Nei. Þannig Líka autostillingarnar og öllu sem er DJI eru frekar bulletproof sko. Og svo þegar þú setur allt saman í klippaforritið þetta er allt sama colorformati allt svo leiðis þegar maður fyrir að lita leiðrætt og svo leiðis þú veist það er eins og það er þú veist allt DJI hjá mér þú veist drónin, Osmosin en svo er ég með Sony DSLR og er með eina GoPro svona í hallari en hún fer yfirleitt bara svona heimskulega staði en anyway að lita leiðrætta sko á milli Sony DJI sko, jú það er alveg gerlegt og ekkert að því sko draumurinn er að fá það að koma ný DJI 4 Waff sem er bara vídeóvél sem er bara risavaxin sem sagt Osmo Pocket 3 með bara sem sagt full frame bara pro vídeóvél í rauninni sko. Já. Og það er svona og þú getur fully customizeaðan til að sé bara sé bara DJI Waff. Já, 4 Waff held ég eitthvað svoleiðis. 4 Waff. Waff 4. Ekki þetta. Skrifaðu bara DJI Cinema. Já, ok, Cinema kamera. Þú snertir á að fara út 4D. Já, yes sir, já, 4D. Já, þetta er fucking crazy myndaður. Þá væri maður bara komin í sama kótekið allar leiðin í gegn sko. Akkurat. Það væri draumurinn og myndi stytta klippið tíman hjá mér rosa mikið sko. Þú snertir á því að fara út á svona frumsýningar og kynningar og bíla. Alltaf verið svona pínu svona, þegar við náttúrulega sem segir, frá þess að litla sker út á Atlantshafi. Hvernig virkar það? Er það eitthvað sem þú gerður í gegnum sín til þess að fá tækifæri að mæta þarna, hvernig þetta prósessið? Það var eiginlega bara að kynnast fólkinu í umbúðunum rosa vel sko. Já, þeir sendaði það. Já, ofta 100% tilvika hefur verið þannig sko og hvað maður að segja það hefur hjálpað til að ég hef alltaf skilað öllum bílum heilum og hreinum og þú veist ég gerir mikið úr því að það er sjálfsagt í svona dæmi ég ætti nú stundum að sjá sko hvernig fólk sem að reynslu einhver bíl skilur við hann sko, maður stundur bara svona maður ættir að skammast ína það er svona, eins og maður segir svona fjölmiðla fólk já, sem verður að taka upp já, ég veit svo sem ekkert hvernig kollega mínu gera það sko, en allan, ég reyna að leggja mig fram að skila alltaf að mér að hlutinu séu tipp-topp sko, og ég hafi ekki eðilagt og neitt, og ef eitthvað hefur kemur fyrir þá hefur ég iðulega bara einmitt
beðist afsökunar. Já, Já. og líka bara látið vita. Já, bara, ekki reynt að fela. já, nei, bara, sorry, sko, það var bara, já. Já, einmitt. En það, þú veist, það tók alveg, þú veist, nokkur ára að þú veist, vinna sérinn traust og fólk var að þekkja mann og svo framvegis, sko. En svo virkar yfirleitt þannig, sko, að bílaframleiðendurnir, þeir hafa samband við umboðin, þú veist, ef við, eins og ég farið á marga Polestar frumsýningar, þannig að veit mest um það allavega. Þar er þess að Brynborga með Polestar, þótt að Polestar eigi að vera eitt og sér, þannig bara íslenski markaðurinn er svo búrslega lítill að það er undir Brynborg. Anywho, og þá er þess að Brynborg Polestar Western North Europe, þá er það Skandinavía og svo er það Austurríki, Þýskaland og Holland. Þannig að það er einhver x-hópur af blaðamönnum sem að Polestar vill að umboðum bjóði og þurfa að fylla einhvern x-kvóta og það sem Ísland er bara Ísland eru lítil, sko, að þá er yfirleitt kvóti fyrir einn blaðamann. Ég hef alveg stundu farið með einhverjum frá mokkanum og svoleiðis, en það hefur ekki verið oft, sko. Og ég hef bara verið heppinn með það að umboðin hafa valið mig til að fara stundum. Það var eins og með Polestari fyrir að það var enda mjög skemmtilegt. Að þá var ég sendið til Lapplands, norður Svíþjóð, og þá vorum við að prófa Polestar 2, 3 og 4. Okay. Og það var alveg svona nálar auga af blaðamönnum, sko. Við vorum bara, ég og svo eitt frá Austurríki, eitt frá Danmörku, eitt frá Noregi, ég held að við erum kannski 6 blaðamenn. Okay. Og fórum og fengum frosið vatn, stöðuvatn, upp í norður, Lapplandi, það sem við voru búin að setja í kappakstusbrautir. Og það var ein braut fyrir hvort bíl fyrir sig, eftir því hvernig aksturseiginleikar voru með. Það er Polestar 4, hann er svona stór hlunkalur driki, þannig að voru svona stærri afleiðandi beygir, þannig að maður gæti svona, og það var bara, fekk maður lyklan og bara svona go and have fun. Það var bara svona, já, ég var búinn að fara á frumsýningarnar á öllum þessum bílum, sko, einum og sér þegar voru nýir, sko, þannig að þetta var í annað skipti sem vorum að koma og Polestar, það var bara svona, nú skulum við hafa gaman. Og svo voru þið, og eins og ég segi, ég upplifði mig, ég var mjög stoltur að sjálfum mér að fá innvætið í þetta. Akkurat. Að þú veist, það er alveg munur, þú veist, þegar ég fór fyrstu ferðinu mína sem ég fór svona, það var okkur nýri Honda, sko, og það var meira svona kommersial, þetta var bara svona Honda, þetta var stórt, það var bara fullt af blaðamönnum og svoleiðis, sko. Svo ferðan rosalega eftir, sko, merkjánum hversu exclusive eða ekki. Já, exclusive eða unique maður upplifir sig, sko. Og en það er alfæri bara að vera í, sko, líka hvað umboðin sjá fyrir sér að fá út úr því að senda blaðamann, sko. Þið vita náttúrulega ef þið senda mig að það fá þér alveg hellinga efni. Og til að nota líka yfirlýsingar og segna. Já, ef þið vilja það, sko. Ég er ekki að skrifa í blaðinni svoleiðis, þannig að þetta er ekki bara blaðagrín. Þannig að það er örugglega, ég hugsa það sem meira investment að senda, eða sem sagt betra investment að senda mig og fá fullt af contenti versus að senda einhvern sem bara skrifar í bílablaðið. Það er slandranir, eða viti hvað er að fara. En það er líka bara út af því að blaðamenning sérstaklega á Íslandi er bara degi út, þetta er orðið svo mikið rafrænt að það er svo erfitt að fá örglega, sko, það er svo erfitt að fá fólk til að klikka á einhverju grein og lesa hana. Já, að það var að lesa hana alla, sko. Já, miklu auðveldar að fá einhver til þess að klikka á eitthvað vídeo. Jafnvel, sko, núna er náttúrulega TikTok rosalega hraður samfélagsmiðill og það er, þú fær meira út úr því að setja, sko, 10 sekundna vídeo á TikTok sem er bara bam, 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 heldur en blaðagrein. Meira að segja á Meta, eins og Facebook og Instagram, sko. Þeir eru að pusha Reels og Stories miklu meira en löngu formati mín, sko. Þannig að maður verður bara, þú veist, maður má ekki vera risaðilega í þessu. Ég mun alltaf búa til löngu þættina og ég er alveg core fólk sem að horfa yfir það, sko. En svo er ég farin að gera miklu meira af því, sérstaklega eftir ég var komið minn eigin fjölmiðil núna, það hefur miklu meiri tíma. Á Vísi var ég alltaf á viku fresti, það þurfti að vera með nýtt. Fáránleg keisla, það þurfti að kera með fullri vinnu og fjölskyldu og allt með, sko. Akkurat. Núna er ég miklu meira bara get gert á mínu forsendum þegar ég vil og það get ég búið til miklu meira content úr því, sko. Og fæ miklu meira engagement sem er, já. Er þetta kannski þarf ekki alltaf svarta vill ekki, en er þetta ekki svolítið mikið menning þannig eins og hjá MBL og hjá Vísir og svona að sé bara meira af contenti og svo verður þá content kannski ekki eins gott. Ég veit ekki alveg, sko, þannig að sé svo mikið af fréttum eins og inn á Vísir og svona, sko, að mínum mæti sem er bara bull, sem ég held að það segi hvað mest netfjölmiðla í dag að vinsælasta fréttin á öllum þessum miðlum
er helgin á Instagram Já, það er einnig rétt þér og það er að bara út í að það er einhverjir bimbós á Við segjum það sem við viljum Já, nei, en þú veist, ég maður er stundur svona á maður að reyna að vera fyndin í þessum þætti sem eru að búa til og vera í G-streng, þú veist, að ég detti Já, kringum borat, sko, Akkurat. en ég nenni, en ég nenni samt heldur ekki að gera, eða þú veist, þetta eitthvað svo, Gera lítið úr En þínu uppbyggingin á þínu brandi, sko. já, nákvæmlega, En sko eins og segið, þú veist, þetta er mínum að þá er þetta, þú veist fólk fyrir að, eins og ég sé alltaf þessu auglýsingar þessar fréttir Já. bara Helgi og Guðrún er að selja einbýlisum bara, engin hver það er Nei. það er öllum alveg sama, Já. sorry Já, Þess, þarna, hver er þá inn á vísir eða hjá MBL að segja bara því skrifum fréttum þetta sko, ég veit það ekki ég dett alltaf í gamla miðaldra kallinir í síðan auglýsingar, bara svona, er þetta frétt? Já, ég er líka þar Bara segja það ekki upp átt, sko, en ég er alltaf bara svona, hvað er nú þetta? þess maður bara skóla fram í þetta skilur en saman hugsa bara, þú veist er einhver virkilega þarna Já. bara hugsa bara, djúvitt er þetta sniðut Já. bara En sko skrifa málið þetta er- bara, já, ég get bara geggjað Nú- ég sorry, ég bara, ég skil ekki En núna þekki ég eitt sem var í þessum pakka, skilur, var að vinna, ég man ekki hvort það var fréttablaðinu eða hvort það var í Vísi eða MBL eða eitthvað. Og þú veist, eins og hann segir, það er ógeðslega erfitt að vinna sem blaðamaður ef það er ekkert að gerast. Gúrkutíð Og það er bara, þú veist, eins og hann segir, þú veist, ef það er ekkert að gerast, það er bara, það er einhver lægð, þú veist, það er enginn að skýta upp á bak, það er ekkert fyrirtæki sem brennur eða eitthvað, og þú ert bara í vinnunni og þú ert bara, hvað á ég að gera, þú veist, það þarf bara að koma blöðum út og Já. eitthvað svona, og þetta er, þú veist, það hlýta að vera einhver mörk þar sem þetta er komið í rugg Sko, ég get sagt það út frá hinni vinnu minni, dagstælega starfi sem markas- og kynningastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands og þar ég stundum að koma fréttum í fjölmiðla hvort sem að það sé ég veit ekki gildi kúa þú veist, mjólkur endurheimt vistkerfa, skiptir ekki alveg öllum máli stundum eru bara svona legitimate merkilegar greinar sem að hugsa bara af hverju færi þetta ekki athygli já, þú veist, við fyrir stutt síðan fengum við Evrópu sambandsstyrki í eitthvað verkefni upp á, þú veist, einhverja miljardar sko senda út fréttatilkynningu og bla 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 en þetta var bara, þú veist Það pældi enginn í þessu. nei, það var bara meira bikini og meira, þú veist já, það meina hérna, hvað var það já, vikan á Instagram já, en nefnilega fjölmiðlar eru orðnir rosa mikið clickbait, sko. já þetta er svo mikil æsifréttamennska sko. Já. þetta er svo mikið svona, ég veit það ekki mér finnst það skrítið stundur sko já, ég er með þér hérna sko allavega maður sér oft bara eins og segir bara einhverja greinar sem mikið engar sem sko nei, þetta er alltaf MBL, þetta er smartlandi sem er langa vinsalast þú veist En Torkur þættinir, Já. mun þeir þá bara koma út á YouTube eða mun þeir bara vera inn á torkur.com eða? Nei, ég hleðum alltaf upp á YouTube, Facebook, svo stundum á LinkedIn. Ok. það fyrir að posta á MySpace Bara maður. Nei, ég bara posti þessu bara allstaðar þar sem ég get, sko. Ok. Og hérna, En þú er búin að vera í smá lægð núna, ekki? Segiru? ég bara verið slakkur, sko. Eða bara keypt, ég var byrtaði senstu viku, nýja þáttum nýja Renault 5 Ok. rafmagnsbílum. Þannig að það var fyrsti þátturinn á þessu ári, sko. Það var eitthvað sem ég átti Já, að lager frá því í senasta sumar, sko. Mhm. hann er svolítið töff ég er svo anti-ramagn en hann er verið að Veistu vikja það, þetta er cool bíl Þetta er, I love it Þessi Mér gamla- finnst það svo nettur og minnir mig á gamla Renault 5-in sko, já, turbóin sem var í rallyinu sko, Já. hann er með mjadmir sko, já, Já. þetta er, andinn mér finnst þetta já, tölum eins og tölum á hann með Mustang Mach-E þarna úti. já, ég er ekkert að reyna að leiluður Ford en þetta er ógeð, sorry þetta er einmitt hvernig svona retro nútíma svona, ég ætla að fá gamla fílingin tilbaka svona gerir maður þetta Já. Hvað var fyrirsögnin hjá mér? Nákvæmlega. Runa 5, Techno, retro gert fullkomlega. Nákvæmlega. Þetta, sko mér finnst allir það er örugglega enginn að hlusta á mig úr markaðsdeild hjá Ford Nei, hjá Volkswagen, en þetta er Volkswagen ID Buzz lindar, það er líka sniðuð bíl, mér finnst það töff það er cool, það er cool það er cool sko, hann er bara allt og dýr Já, en hérna, hann er allt og dýr 20 miljonir fyrir eitthvað sendibíl, það er Já, bara já. fólulegt hérna, en þú veist, mér finnst allir hjá BMF og Benz og allir samlega horfa Renault 5, Já. rafmagnsbílinn, Já. svona á að gera þetta Já. Mm. og þetta svona á að gera þetta er meiri segja líka sko að hérna, ég talaði um hérna sem sagt, fyrsta gólfið minn
og ég kefti svo Golf Mark 3 framhald að því og allt svo leið sko. Mhm. Þannig að svona hot hatchbacks heiti startbakkar, ég er alveg sökkar fyrir svo leið sko. Hanna Já, þú veist, en það er ekkert mikið af svona hot hatches í búði lengur sko. Nei, Því að bílar eru bara hlussur. Mér er að segja nútíma golfar eru stórir. Þú ert eiginlega að fara í póló til að fá hot hatch. Þess vegna virðið þig fyrir að vera á særi fókus. SD Focus, 2016 Vel gert. Beinskiptur turbo, Já, real nákvæmlega. shit. Já, bingo. Þessi bíl, sko, mér fannst ég vera pínu unlingur aftur, sko. Það datt alveg í þetta, sko, að strákanni væri aftur í með landabrúsa og svo leiðis nema að það væri geðveitt ego-friendly núna. Já, en þú veist, ok, þú veist, eins og mikið og maður er á móti svona rafmagnsdóti, finnst persónulega, Já, já. þá er, ok, þetta er að gerast, þetta er kannski framtíðin og, Já. ok, þannig, en þetta eins og segir, þetta er svona á að gera þetta, eins og en Honda, hvað heit hann? Já. Það var bara aðeins og dýr og með ynga dregni, en það er töff bíl líka, það er sko, cool. að fá því til að segja að rafmagnsbílar séu töff, þetta er svolítið nýr vinkil sem þú ert búin að ná honum í hérna. Nei, ég skal taka það fram, ég hata rafmagnsbíla ennþá, en ef, veist, bara sem, ef þessi Renault 5 rafmagsbíl, ef það væri með 6 kg beinsitur og 2 litra turbo, Já. það væri náttúrulega toppurinn, Já. það væri ímyndaðir, kannski 1600 turbo, beinskiptur, það væri sturlað. Það þarf ykkur að fara að gera, sko, hérna, bensín swap í rafmagsbíl. Já, bara úr svona Clio RS. Það er búin að taka Bara öfugt, svoleiðis. það er komin einn hérna, allavega úti, er komin einn E36 með rafmagnsmótor í drifti þar Já. og Það er bara, það er ógeðslega fyndið út af því að leiðan, þú veist, náttúrulega þetta er bara on og off, skiluru. Þetta var einhver, ég man ekki hvað er kölluð þetta var einhver, þú veist, 600 hestöfl eða 700 hestöfl í rafmagnsmótor og svo er bara inngjöfin niður og það kemur bara dekkjarhljóð, þú heyrir enga mótor, skiluru, hann er bara ískur hljóð. En svo er hérna við erum mitt að tala um hann úti í driftinu og þá þurfum við að vera með flautu eða svona einhvern hátalara eða eitthvað í bílnum sem er að gera eitthvað hljóð, eitthvað svona ýlfur eða eitthvað, bara út af því að þegar þeir eru að tandema þá þarf hinn ökumæðurinn að geta heyrt að hann sé við hliðin á honum, sko. Mér finnst bara, þetta rafmagn ætti bara að halda þessi alfarið úr mótorsporti. Ég horfði eitthvað smá bút úr Formúla E. Þetta er það leiðilegasta sem til er. Þetta er svolítið eins og að horfa á, sko, Mario Kart, þeir eru með svona, svindl Joker hringi og eitthvað boost. Já, líka bara svo kemur bara öll ljósin rauð og bara þetta er ekki, þetta er bara hundleiðilegt, sko. Þetta, að horfa á Formúlu E er eins og að horfa á fólk úr Listaháskóla Íslands dansa, sko, interpretive dancing án tónlistar. Þetta er bara svona þú heyrir bara þetta er svona stórfyrirlegt dæmi. Þú veist, ég missa allan áhuga, sorry. Já, ég er alveg sammála. Ég get alveg fyrirgefið formúluna, sko, það er komið í 50-50 núna. Það heyrist ennþá eitthvað. Það heyrist mikið í nýju bíluna. Já, það grínast hvað er hljóma nett, maður. Ég heyrði klipp á Audi-erum. Það er Audi komin í formúluna og þú veist, þetta er 6 cylindra. Það er smá svona dólgur í lúðu á þessu. Talandi Ford, þegar að ekki Alfa Tauri, Cash Grab, hana litla Toro Rosso í gamla dag. Já, Toro Rosso bara. Já, skulum bara Toro Rosso. Það þeir voru að reynsla ég held ég á Imola. Það var alveg ljóð í Fordinu þá, sko. Eru þið ekki komin með Ford núna sá? Þeir eru ekki byrjaðir með Ford-mótora? Þeir eru núna byrjaðir, þeir eru í shakedown núna í Barcelona og þetta eru fyrstu hringinir sem þeir eru að fara. Ansprengið mótor fyrsta kemni. Ég veit að þetta er Ford, sko. Þetta er bara, þú veist, bílinn minn er búin að sprengja mótor einu sinni. Já, við sjáum til. Þeir voru einu sinni í formúluna Ford, langt síðan. Cosworth. Mér finnst það einmitt, þú nertur á Ford og svona, ég veist, þetta Ameríkufordin hérna er svo mikið, sko, Mustang og svona. Mér finnst Evrópufordin, breski Fordin, Cosworth og RS og alltaf. Þetta hefur aldrei verið vinsælt hér. Nei, ég hef aldrei skilið það heldur, sko, af hverju það var ekki, sko. Þú veist, hérna Sierra Cosworth, sko, þetta var alveg big deal, sko, út í Bretlandi og Írlandi og allt þessu dæmi, sko. Ég myndi ljóta hluti fyrir Cosworth, sko. Já, nákvæmlega, þú veist, það eru fullt á svona Evrópufordum sem koma aldrei enga, sko. Nei. Að neinu viti, sko, sem er eiginlega synd. Já, sérstaklega líka eins og með RS og ST og svona, Focus og Fiesta og svona, þetta var aldrei banderiska, þetta var alltaf Mustangs og það var, þú veist, þessi Cosworth og þessi sem hann alltaf búið að flytja eitthvað af þessu inn, sko, en já, einmitt, þetta var ekki menning hérna, sko. Nei, ekki. Þegar maður fyrir til Bretlands, þetta er huge. Já, þetta er Kazi. Þetta er bara huge það, sko.
og þetta var líka sko, þeir eru náttúrulega með touringcar eða voru með touringcar á Já. þeim tíma sko, og þar var þetta hérna, þeir töluðu alltaf maður win on a Sunday and sell on a Monday. Sell on a Monday, Já. Það, sko, ég geggi það sem þetta þetta er alveg, þeir sem veit ekki Já. horfið á svona 90s, svona snemma 2000, svona BTCC, skrifa það þú ert með, Toyota Carina á einhverjum 20 tóma felgum á jörðina, með risaspóiler að keppa sko, svo ertu með Renault Laguna og Mondeo og bara eitthvað rugglaði bílar með Volvo VAF 80 Station 850 850 fyrir ekki, 850R já, 850 þetta er ekkert eðla, ég sá einn á hittingi í sumar já, ég var að hlusta, en núna er hann bara ég veit ekki hvað þetta er, en hann var einn hittingi á okkur í sumar Ok. hann mætti á 850R Station og þetta er svo töff þetta er bara, þetta er 200 hestafla já, múrstinn Já. á hjólum og þetta er svo töff já. Þetta er Volvo er eiginlega búin að fara hringi kringu sjálfa sig með því að vera ógeðslega lúðalegir í það að vera bara ógeðslega nettir og þeir Akkurat. eru svo ferkantaðir og svo leiði sko. Það er ógislega, ég dyrka það sko, sérstaklega þegar maður fer á gatibíl í Noregi. Já, Það er náttúrulega svo rosalega mikið Volvo menning þar úti. Ég elska að sjá þess að gauðra koma og þá er ég ekki að tala um bara þá sem er að fara að koma hana, þú veist, að keyra, nei, heldur að sjá bara gaurana sem er bara það sem að ég var þegar ég var að fá bílpróf, skilurðu, Jep. og þeir eru bara að koma á tjaldstæðið, en þeir valla sko, þeir skrapa laufblöðin Já. þegar þeir eru að koma, Já. þeir eru bara að slamma inn niður Jep. á okkurum fucking mústinum, bara á okkurum geggjum felgum, með hjólísi aftan í, skilurðu, og maður er bara, þetta er svo cool að sjá þetta, þú veist, en þegar ég var að fá bílpróf þessum tíma, þá horfði ég á Volvoinn og ég var bara, hvað afa bíl er þetta? nákvæmlega. Og núna, Já. þú veist, Það elskar þetta, og bara nokkrum ára seinna, Mm. þá er ég bara eitthvað, ok, þetta er geðvikt og þetta var það ekki, þetta var svo Bara alls alls ekki, ekki geðvikt, maður horfði á einmitt bara Volvoinn og maður var bara, í meira Þetta er að segja Saab er komið þangað sko, Já, það já. myndi ná sér í gamlan Saab og bara, já ef Kitty er að hlusta geggjaði Saab félagi minn, gammal félagi minn var hérna, pappas var eitthvað svona svanalegu Saab-kall, átti Já. fullt af söpum og hann var alltaf á Saab og við vorum alltaf, hvað er hann að gera á þessu gamla Saab eitthvað? já. Og þú veist, og svo var eitthvað Saab hættur í framleiðslu og þeir Já. kom í fréttunum og eitthvað fyrir þetta og svo bara er engin Saab eftir og nú er þetta allt í núri geðvikt. Já, Maður er bara, heyrðu, já, Já. býtti það eru bara nokkrir hérna, Saab og tjóðlega þessi hill, já, skilurðu. já, nákvæmlega Og það er bara svona, af því að þetta er ekkit í boði, Nei. getur ekkit fengið þetta lengur. Og það er svolítið svona, eins og maður segir, frambúð eftirspurn þegar þetta er bara eitthvað sem er alltaf í boði og til nóg af, þá er þetta ekki alveg jafn cool Nei. eins og, eitthvað sem er fágætt já, og það er mitt, hérna, eins og Honda Civicin fyrir dæmi, sko, hann tók náttúrulega bara einhverja sprengju þar sem hann varði ógeðslega vinsæll Jep. og ég hef átt svoleiðis tvo í gegnum tíðina, sko, og það er hérna, þú veist, þeir einhvern veginn svona duttu út en svo aftur núna þá er svona verið að reyna að grafa upp Civican út af því að þeir einhvern veginn, þeir sprungu svo bara upp já, fólk var bara að keira þetta eins og halvvitar, eðilegja og ég þar á meðal, sko og núna er orðið svo lítið til að þessu aftur af því Já. þeir voru í hérna tískubylgjunni, sko. og voru í höndum ungra manna sem Akkurat. að mögulega voru ekki að hugsa um það að þurfa að skila honum eins heilegum tilbaka og þeir byrjuðu að keira hann Akkurat. Já, það er bara láttu þess að hafa það Þú veist, ég er frá Suðurlandsundirlendinu sko, þannig að Selfoss og Civic fara saman eins og Akkurat. Bacardi og Coke sko. Er ekki Selfoss svolítið eins og Akureyri, svona súperbær Það er súperbær En við töluðum alltaf um hérna gular Honda Civic á ringtorkinu á Selfossi sko. Já, En sko uppálega var þetta Selfoss var uppálega sko bara Camaro Transam æði, sko. Já, Það er ekki ennþá svolítið mikið í Ameríku Jó. Það er íbí hérna Það var rosa mikið að Transam og Mustang og svona gömlum amerískum sko. Ég held að leynis fullt af svona gömlum bandarískum manna ennþá sko í skúrum. Ég myndi ekki bara pick-up bær landsins Allra pick-up eða annars að pick-up eða 200 klúsar Já, sko, ég held að Selfoss er náttúrulega orðin bara svona allt í einu óbúslega fancy með fína miðbæ og eitthvað dót sko. Akkurat. Núna er þið bara sparkað út og það ætlar að fara að reyna að rúnda. Já. Ég myndi ekki eins og hann reyndar hérna kemur aðeins lengra eitthvað staðar frá flóðum en Já. hann var einmitt að tala um bara þegar hann var á þessum tíma þá bara, þeir voru allir vinninir það var bara Transam, Camaro eða einmitt Mustang eða eitthvað og þeir hittust á planinu fyrir fram að Hvítahúsið Yes, sir. og það var bara hist þar, spóla í ringi allir hittust þar, bara spóla í ringi þá til að löggan kom, þá tókuðu rúnd niður miðbæinn og svo hittustu bara aftur þar og þetta var bara
Þetta var bara geggju helgi, skilur við. og það var einhver ein stelpa sem hafði mögulega áhuga að sitja í einhverjum einum bílum og barist hann yfirleitt. Ég var reyndar einn góða vinn, svona ágætan vinn á Selfoss, sonur hans, ég sagði frá hann Danna Thunder, hérna sem í torfærinni. Já. Hann er á Catfish Camaro bensindan á Selfossi og svo var hann að setja hérna, þetta þú undir fíla þetta, hann er með E30 station, Já, hann var að henda Ellerson í hann. já, Það er vitarprófistið, það er töf. það Það er einhver ennþá haldið svo lífi. Já, ég man í gamla dag, þú veist, ég datt aldrei í pakkan að rúnta með Selfoss, en ég satt alveg aftur í hjá okkurum, þú veist, það reyndu allir að rúnta, hvort sem það var á bíl mömmu sinnar og pappa eða ekki, sko. Já. Þannig að það var alltaf stemningi, sko, keira í KFC kannski og keira ringin hana og já. En þetta er eins og þú segir, þetta var alveg bara helgin á Suðurlandi, sko, það var svolítið... Og það er sko, ef ég segi kannski fyrir 20 árum, þó ég hafi nú kannski ekkert verið að rúnda þar, Nei, endilega brjálæðislega mikið, sko fyrir 25 árum og svona 20-15 árum, segjum eitthvað svo leiðis, já, þá var bara rúnt menning, já, þú veist, það var bara, þú veist, og þetta var, og þegar ég er að fá bílpróf, þá man ég eftir því að það var bara, maður fór, það kom helgi og maður var bara, ok, herru, við fyrir nýra Granda, Já. þar var bara fullt af bílum, Já. svo bara byrjuðu svona nokkrir að keyra í burtu, þá bara byrjuðu allir að keyra í burtu, Já. það var bara að tekja upp Hverfisgötuna, niður Laugaveginn, maður endaði bara aftur á Granda. Já. Og þetta var bara það sem að maður gerði helgar, maður bara, þú veist, maður ringdi í strákana bara, hei, bara, þú veist, hvað er verið að fara að gera? Já, ég veit ekki, við kíkja á rúndinn, já, geggja. Þú veist, Það er bara alltaf svarið rúndur. það var bara, þetta var bara rúnd menningin einhvern veginn og svo bara stoppaði maður við vorum þetta mjög gjarnir á það að stoppa í Hagkaup á Seltjarnarnesi, af því að þar var opið 24/7 auðvitað. og það er enda bara opið til minnætti Seldi núna. En við mitt hérna tókum Grandan og fórum að Hagkaup Seltjarnarnesi, kíktum á Vitan á Ríðinesi og svo bara aftur Grandi og Laugavegur og ég veit ekki hversu oft maður kerið þennan Laugaveg áður en honum var lokað, sko. Voru ekki allir á hérna Sunny GT og Civics og... Jú, var aðalega Civic, Ég komið þar inn. við vorum sko Civic, Volkswagen Golf, Já. MK3 og Já. MK4 var komin aðeins þarinn Já, og hérna og E36-inn, sko. já, auðvitað. Hann var helviti vinsæll. Við reyndarfélagin minn keypti síðan E30, hann var svona, þá var maður svona, hann fór í gamlan BMF, sko, svona aðeins, að því E36 var svolítið vinsæll. En ég man einmitt eftir Nú á er tímabili. 30 bara gull. Já, Ég man eftir á tímabili, sko, við fórum inn svona skoðum E36 og ég keypti mér hérna E36 Coupe já, og við fórum og skoðum eitthvað 325 beinskiptan og þetta var hérna, það var eitthvað aðeins fara að reyka í sílsum, eitthvað svona pínu, eitthvað svona yfirbósari og eitthvað og við vorum bara 350 skall maður, það er svolítið mikið fyrir hennar bíl, sko. Það er svona beisli rétt hjá okkur. Þannig átt að vera, þetta er mikið. Já, sko 325 beinskiptur E36 í dag, M50 með, þú veist, pínu yfirbósari á sílsónum, sko. Þetta er bara miljókronu bíl. já. En mér finnst það bara fárlegt. Já, en mér finnst það ekki, skilur við, þú veist, En að því það er ekki neitt til annað sem er svipað, nei, sem er beinskipt mótorinn og í sem er þessu, skilur Þetta er orðið aftur eins og með Civicin, sko, og því að það voru til svo margir já, 30 Og og svo 36, fáir, já. já, og það er svo fáir eftir núna því að þeir eru annarkvort, sko, bara riðgæðir í hengla, sérstaklega eftir E30, sko, þeir endur sig ekki rosalega vel í saltinu nei, og hérna þannig að þú finnur eitthvað svona einhyrning, sko, þá ertu komin í gullattur og þetta er aftur út í að við erum orðin gamlir, þá er þetta orðin nostalgía. akkurat. Þetta er ekki bara þig, sko, það er líka fólk sem var á mínum aldri, alltaf tölvöld yngri, sko, Já, eins og þessi strákur sem var á þessum 850R, Já. hann var örugglega á svona 18 ára. ég heldur það. Já. Því að við erum Ég sá hann fara út bílum, Já, bara, ok. hann var svona 18 ára og ég sé hann áður á þessum bíl og veist, eins og á hýtingin sigurum með, hann var gaur á Míötu, þannig að second gen Míötu, hann var svona 17 ára, Já, hann var 18 ára, hann hann var undir 10, sko. var ekki sami gæi og vera bílatum. Já, gæðin sem laðið hlýna mig. Já, En ég átta mig ekki Þetta er, fólk hefur áhuga á þessu. Já, þegar, þú veist, eins og þú segir, fyrir 20-25 árum, sko, þá voru gaurar, þá var einhvern veginn svona, þú dundaðir í skellinöðurum og bílum, það var bara svona, hvað ætla fyrsti bíliðin að vera og þú veist, akkurat. það var bara það, sko. Já. Veist, ég velti fyrir mér, sko, hvað er ungir strákar að gera núna? Eru þeir bara, taka þeir ekki bílpróf og, eða þú veist, hvar? Bara í tölvunum þeirra. Jú, það er svolítið mikið tölvan og bílar frá fóreldrum er náttúrulega bara, þú veist. En við, veist, fyrir 20 árum var alveg Gran Turismo líka, sko. Já. Þetta aðeins, sko, eins og með rúndmenninguna, Já. þarftu, sko,
það er ekki að vera svo langt þegar ég fæ bílpróf 2017 Já, þá var ég 17 ára þá keflaði ég til dæmis já, það var alltaf Hafnargatan rúndur niður Já, já, já. Hafnargatan og við sko unguver þannig að planið já. hérna það var alltaf stoppað þar Mhm. allir þar Mm, og bara þá það byrst 2017 mm. þá voru allir sem voru í framhaldsskóla í FS prófum bílpróf það voru allir út á rúndin Já, þú voru ekkert bílafólk sko endilega bara allir já. bara á sínum eigin bíl hvort þessi Jaris eða eitthvað eða hjá með pappa eitthvað Já, allir og alltaf pakkað já. það var bara Hafnargatan var stúdfull unguplanið bara þétt bara 2-3 raðir Mm. allir með lúðuna niður og spjalla og eitthvað Já. og hérna núna er það bara dött þú fer hérna á laugardaskvöldinu Já. það er engin hana Í alvörinni? En nú, það er engin hana og þú veist, þá var þetta ekki endilega bíla fólk nei, Nei, þetta er ekki langt síðan nei, Skilurðu? Það var bara í gær. já, nákvæmlega og þú veist, þetta er bara dött núna en sko, nú getur sagt þér, litlu bræði mínu voru að fá bílpróf, bara í október, þeir eru fættið 2008. Ókslega gamalt að segja að þeir voru að fá bílpróf fættið 2008. já, En það er hérna, hægilega það, var gaman þeir eru ekkit mikið að rúnda, þú veist, það er, annar er svona aðeins meira fyrir að pikkar upp strákana eitthvað og þeir taka eitthvað smá rúnd og eitthvað. Já, En ég er einmitt svona að segja við hann, þú veist, já, hvað er að fara? Já, við kerum bara eitthvað út í Hafnarfjörð og við kerum til Keflavíkur og tilbaka og eitthvað. Það er svona, það er svona meira, þeir eru bara að fara eitthvað, skilur við, þú veist, já. hjá okkur var þetta svona rúndurinn, það var bara þessi ákveðni hringur sem var tekin aftur og aftur og það voru allir að gera það. Já, þú fórst ekkert Nei, þú varst ekki að fara, skilur við, nei. og hérna, og það sama, einmitt, þú veist, eins og mér finnst, eins og hjá honum, það var bara, já, við kíktum bara hérna, sótti félag minn í Hafnarfjörð og svo fórum við í Hauk upp í Skeifunni og svo bara skuttlaði hann heim eitthvað, og veist, þetta er einhvern veginn svona bara þetta, og ég hef reyndar heyrt það líka bara, þú veist, í gegnum mömmu að þeir fengi alveg smá sjokki við hvað kostar að reka bíl að það er ekki bara að þú þarft að kaupa bílinn og bensín, það er Nei. bifreiðagjöld og kílómetragjöld og svo þarftu að ef eitthvað Þetta hefur klikkar alltaf verið- smyrja og allt það og hérna, og maður þú veist, ég er náttúrulega mikill bílagæði fyrir, þeir voru það ekki, þeir eru bara, þú veist, það er bara handbolti og þú veist, bara eitthvað í hárgæslunni og eitthvað svona og þú veist, ég finn meira fyrir því að eins og fyrir þá svona, já, bara, ertu að fara eitthvað á rúndin eitthvað svona, nei, þú veist, ég ætla ekki að vera að eyða bensín og eitthvað, á meðan að ég var bara harka til Já. að eiga bensín til að fara á rúndin að fá það allir var- peningurinn í tringar og bensín Já. og varluti og það var bara það sem að var fyrir mér mikilvægt, skilur, það var bara að við vorum að fara á rúndin og ég þurfti að eiga pening fyrir því. já, en eins og þegar ég var í þegar ég fæ bílpróf og svona sem er ekki langt síðan og hérna, eins og ég sagði og hérna það er alltaf eins og mikið krakki sko fyrir það það er alltaf læg, smá breyta mitt það er bara verið þannig. hérna og þá var þetta líka bara allir fótbollastrákunir og allt og stelpur á rundunum líka og Já, þú veist, þetta var ekki bara bílafólk sko. það voru strákunir sem voru í fótbollanum þeir voru líka bara rundunum á bílum með möðu á Jaris eða eitthvað samt voru þeir bara að taka 20 hringi á Hafnargötuna og spjalla og já, sko, ég elst þannig að ég veit ekki hvað gerist upp út á landi svo gott sem bara á Bóndabæ, alltaf því, sko. kemla ekki út á landi sko, hættu Já, við erum á landsbyðinni Já, en ég er að tala um það, sko, að þú veist, það var ekkert. já, bara í sveit Það var ekkert að labba út í búðinni, svoleiðis. Já, Hérna, þannig að, veist, þegar ég var 16 ára, þá var ég búinn að kaupa minn fyrsta Volkswagen Golf og hann sat út í skúr Já. í 4 mánuði áður en ég fekk actually bílprófi, sko. Veit. Og svo frelsi þegar maður fekk síðan loksins Sound jokes. það var Já. bara hali fucking lúja, sko. Þetta var bara sleppað heimann, sko. Ég kefti sko, ég veit ekki hvað ég verið að segja frá því, ég kefti Renault 19 fyrir fermingapenningum minn Já, og ég keiraði hann út um allt sko, já, þá mútti ég var stoppaður á löggunni þegar ég var 15 já. og hérna, ég var stoppaður, Býtu, var það ekki hérna Run og Clioin? jú, ég var á Renault Clio þá Já. og hérna, ég átti Renault 90 undan honu, ég var sérst á Renault Clio sem að ég fekk frá, sýsti mín var með hann á númerum og tryggði hann og eitthvað, ég tók hann hjá henni Mm. og var að keira honum og hérna, ég var stoppaður sérst hjá Aktu Taktu í Mjótinni Já, af löggumóturhulli að því að hún var ekki búin að fara með bílinn í skoðun og ég hafði ekkert hugmyndið það maður, ég var 15 ára og hann kemur bara og segir að bílinn er ekki búin að fara í skoðun og ég hérna annarkvort sko verði ég að fara með hann í skoðun Já. eða hann verður að klippa af honum já, og ég segi bara, ég fer með hann í skoðun já. já, þú verður það bara að koma í aðalskoðun og það er aðalskoðun hann fyrir neðan Bíkó í Kópavóinum hann keyrir undan mér allavega þangað og það var ekki fyrir við komum þangað þar sem hann fór að byggja mig um aukuskýrtinni og alls konar Það var ekkert með skýrtinni? Nei, ég bara nei og svo leiðis var eitthvað hann þannig að hann píndi út í mér að kennitöluna mína og var mjög hissa þegar að
ég sá honum síðan kennitöluna Já. en þá er mitt þú veist, þá var ég ekkert að keyra ég mitt, það var svona Allt honum að kenna, að láta þig keyra. já, en það er heldur ekki og ég ætla bara að segja, þú veist, núna þetta var mjög heimskulegt Já, Já, út af því að ef ég hefði valdið einhverju tjóni eða olli tjóni eða hvað sem maður segir þá náttúrulega, það var ekki eitthvað sem ég pældi í þá nei og það hefði alveg verið mjög mikið vesinn, þú veist, af því að þarna þú ert ekki lögráða, þannig skilur 15 ára, þetta er á þeim tíma þess að þú ert að vera lögráða og þú veist, bara ef ég hefði bara eitthvað ég gerst, ég lendi árastýri og einhverja dáið, sko, þá hefði þetta verið svolítið erfitt. En það er náttúrulega erfitt að segja 15 ára dreng þetta Já. að maður Akkurat. Það þarf Akkurat. að taka, sko, það er svona pínu, ég sé í dag, það þarf eins, kannski vitlaust þú það er, og siðlaust, eða hvað sem fólk kallar það, það verður að taka sjensa og gera svona eitthvað rugl. Ef þú ert ekki, ef enginn gerir neitt rugl, Nei. þá gerist ekki neitt, og það er ekki gaman og þá, ég veit ekki, ég er þar, sko. Sko, ég var það heppinn einmitt eins og ég sagði að alveg upp á landi og þar eru, þú veist, ég var farin að keyra traktora, sko, Já. þegar ég var bara badd, sko. Þannig Já, að þar fær maður útrásina þar, sko, og þar ertu náttúrulega með enga landúrt með jörð, Akkurat. og það getur verið á hinn og þessu, sem þú veist, tildulega örugu, Já, sko, þú ert náttúrulega ekki örugur á okkur vélsleiða, en fattar þú ert saman með tún, Já, þú ert ekki fara að skaða neitt annað. nei, þú ert ekki fara að skana en annan, sko. Þannig að það er svona, hvað maður segja, það er draumurinn, ég man ennþá þegar að afi tók gamla Datsunin sinn og við fórum á eitt túnið og kendi mér að keyra ég var sannlega 8 ára, sko, eitthvað svoleiðis. Já, já. Það er bara svona, fokk já. En ég var einmitt, sko, Ég satt við bak við stýri á 96 Impressu, Já. einskipta þannig pappa átti, Já. keyra út í Kölku, út í Helguvík. Já, Þá sætti ég bara við pappa og hann skipti Já. gíra og ég stýrði, ég var svona 6 ára. já, Það er mingri, sko. og við munum þetta ennþá. akkurat. Já, Það já, var bara hápunktur lífsókar á þeim tíum. Já, Algjörlega, grænt sedan, sub Impressa. En ég var einmitt, sko, í sveiti eigafrinnum alltaf á sumrin þegar ég var yngri. Já, Þar var maður með bara, þú veist, einmitt bara, við vorum með nokkra bláa gamla Forda og svo var komin einn glænýr á þessum tíma, sko, glænýr Massey Ferguson með loftbúða hæðastillingu og það var tölva og eitthvað og maður horfði á þetta bara, shit, Gameskip. og frendi minn sem var bóndið hann og maður var eitthvað, þú veist, þetta voru náttúrulega bara einhverjir margar miljónir þessi traktora, sko, og maður hefði alltaf að segja að hann hefði getað keypt nýjan Ferrari í stæðan fyrir hennar traktor, sko og en svo var maður á gömlu traktorunum þar, þú veist, valla fóru í gang díselmökkurinn í, Já, þú veist, maður náði þeim og þarna ég mitt svona byrjaði þetta, þú veist, hjá mér Já. og þessina ég mitt þarna fyrir fermingapinningi minn kaupi ég síðan Runóin mm. og ég þá tengdaforeldrar mínir á þeim tíma voru með hesthús upp í Norlíkolti Já, og ég var með bílinn þar og keyrði ógeðislega mikið hestaslóða vegina sem að eru þarna upp í Norlíkolti já, og það er einmitt svona, svo fór þetta bara ég var farin að keyra niður í Ólís Já. taka bensín já. og svo var Vatt maður þetta farin upp á sig. já, Aðeins meira, það, aðeins meira, þú veist, svo var maður farin að keyra niður á hringtorkið og inn í þeim mörkina og svo aftur tilbaka og það er einhvern veginn svona Það bara, herðu það, ég slapp með þetta. Já. Já. Það eins. það var svona það sem að var einmitt máli, þú veist, þetta einmitt bara þetta þróaðist alltaf svona og var svona meira og meira og meira Þú varst örugglega orðin betri bílstjóri en margir sem eru með bílpróf. já, þú veist, Það er oft svo leiðis. já, það er alveg svolítið þannig og að því að þú veist, ef áhuga sviðið þitt er þar, skilur að þá einhvern veginn bara svona leggur þig allan fram í að gera þetta af því að Gera það þú- vel já, líka. og já, akkurat og Ég ég, þetta er bílagöru sér þar. ég var einmitt þannig skilur þú veist þegar að ég fór í aukutíma aukukennarinn var alveg bara svona já, ok, þú veist ég þarf ekki að kenna þér skilur við fyrir bara að fáum okkur ís og eitthvað Já, Já, uppkennum mér líka, það sagði bara, ég ætla að lesa þetta fyrir því, ég veit þú þarft ekki að þetta. Nei. Svo sagði hann eftir og bara, ég sagði bara, ég hef aldrei þurft að ekki Ég- kenna neitt, ok. ég þarf ekki að gera neitt. kennarinn minn sagði líka bara já, þú er greinilega kert traktoraður eða eitthvað og Mhm. maður fattaði akkurat, konceptið að gera þetta. algjörlega Já. og það er einmitt en það er Ég einmitt þessi þú veist, allir bílagörur á þessum stað, sko. en það er líka ég hugsaði alltaf, þú veist, ef ég myndi fara í bílprófið og falla, það er bara þetta vandral sem myndi lendi í eftir að vera búin að vera að keira bara Sko, svona lengi, sko það einmitt að falla á bílprófinu það var bara svona eitt mest skeri það sem komist fyrir hausnum á mér, sko og svo líka þegar maður var komin með bílprófið að drepa ekki á hann þegar maður Já. tók af stað það var líka, sko og svo nummer 3, sko, að geta ekki bakkað almennilega þetta var bara svona þrenna sem að skilgrindi maður sem kallmann á þeim tíma, sko Já, já. taka staðans að drepa bílnum og geta bakkað nokkuð almennilega ok, sko, En nú er fólk að taka á prófa sjálfskyldan, þannig Já. að þetta er allt farið í vaskinu. ég verði samt að spyrja ykkur einu út af því að
ég ætla að segja, ég veit ekki akkur þetta gerist fyrir mig, en ég lendi stundum í þessu að ég á beinskiptubíl. Ertu á beinskiptum eitthvað? Eða? Já, ég er beinskiptum katti maður. Ok, Sko, þú veist, ég er búin að vera að keyra núna í mörg ár og ég veit ekki akkur þetta gerist bara stundum. Ég lendi í þessu, ég stoppi í ykkur brekku og ég fæ hugsunina, fokk, er ég ekki að fara að ná á stað og er ég að fara að renna aftur bak? Intrusive thoughts. Ég fæ þetta alltaf í alls konar brekkum. Ég er bara, það er skotti, ég drep ekki á mig núna. Eða bræði ekki úr kúplingunni. Eða síðan ég var 17 ára, hefur þetta, Ég veit ekki, þetta fylgir mig bara. En samt flesti bílir þetta halda bara á það fyrir því. Já, en þú veist, nei, fattur ekki allir. Ekki 2012 katti er minn, kallið minn. Nei. Sumir gera það ekki, sko. En þú veist, ég með eins og ægun sem ég var á en daginn og bara var að keyra á honum og stoppaði í brekkunni en að var að fara upp rampinn í áttina Perlunni og svo bara eitthvað og svo var ég bara eitthvað svona, ok, bíll baku mig eitthvað og ég bara svona ofugsa á ég haldi handbremsuna þegar ég fyrir á stað eða þú veist, svo bara svona eitthvað kemur grænt, maður situr hann í gír og bara þeinur hann aðeins og fyrir áfram og svo var maður bara svona, akkur var ég að pæla í þessu eitthvað, þú veist. Þetta er, vá, ég hef aldrei satt þetta upp á það, en já, ég tengir þessu. Ég er kannski lent í þess þannig að, eins og segir, og kannski er búin að keyra einhver tíma, búin að leggja stað í brekku, pælir ekkert í þessu. Svo, segir, stopp kannski, svo bara allt í þeim bara, næ, taka á stað. En svo gerður það kannski fyrir hálftíma. Og pældir ekkert í. Þetta bara randomli kemur og maður fer að ofugsa akkur maður hvernig maður á. Þá fer maður að lýsta hamrúsin upp og leggja stað við hamrúsin. Akkurat, ég veit ekki, þetta bara poppa upp í hausinn á mér, ég var bara að fókusa þessi út sko, því að ég veit bara, þetta er eitthvað skrýtna sem ég lendi í sko, því að maður er búin að keyra bara mörg ár og marga mánuði, svo bara allt í einu hér og þar poppar þetta inn bara svona, hörru, fokk ekki drepa á honum minna eða eitthvað. En það er eitthvað skill sem, þeir sem taka náttúrulega bílpróf núna sjálfsagt, þeir þurfa ekki þetta, en ef þú tegst 99% af öllum beinstum bílum í dag, á seinustu 5 árin, eru með svona autohold. Já, svona hillhold. Já, og eru það með rama samversu. Já. Það mun enginn kunnundan einhver. Nei. Já. Gefum kannski bíl sem með vennilega hamrössu og ekki autohold, hann bara fyrir næsta bíl. Já, ég held ég færi í meira panik sko, við ætlaði að fara að reyna að nota autohold og eitthvað svona dót sko. Þá var eitthvað bara, ég kemst aldrei úr þess að Já, ég var verið þannig, var með eins og Spánu eða eitthvað, þegar bíllega bíl, og bara, maður pæla ekki í þessu, svo komið brekku bara, fuck, er hann með autohold? Já. Svo bara, kúpla bara að staða bara, og gefa fyrir ekki neitt, let's go. Sko, ég lendi inn í sinni panik út á svona autohold, ég var á PA-finnum mínum, ég er með i4 M50 og ég fór í þvottastöð þarna niður á Granda og ég bara keyri, hann eitthvað svona segir mér að koma áfram, svo fyrir bílinn ég set hann í neutral og svo bara kemur bara og gæði bara autohold af eitthvað og ég bara, fuck, hvað er takkinn skilur og fór eitthvað, þú veist og þá var bara Sett hann í ennið bara. Jú, hann var í enn Það er ekki nóg. en ég þurfti að slökkva autohold því að hann, þú veist, passaði að hann myndi ekki renna og það, ég bara panikaði hann eitthvað, bíllinn byrjaði eitthvað í bremsunni á þvottastöðinni og eitthvað gæi þarna með háþrýsti dælu bara eitthvað og ég bara, shit maður þetta var eiginlega vandræðilega heldur en að bíllinn hefði bara, þú veist, hef ég bara verið í dræf og farið áfram sko, þetta var eiginlega vandræðilega en það sko. Það er bílur í dag, sko, það er komin þessi ákveðin menning hjá fólki, finnst mér, og sérslega bílum og svona og öllu bara, að það bara gert ráð fyrir að allir eru bjánar og það bara má ekkert og það er bara, mér finnst það full mikið að því góða í þessum nýjum bílum, bara ég vill ekki þá bong og bíp yfir allt sem ég geri. Það er bara út af þessari effing, Evrópulöggjöf að það þurfa að vera alltaf þessi bing og bong sko, því einfaldari sem bílaframleiðandi gera það geta slögt á þeim því meira props fær hann og svo bílaframleiðandi sem að fær bara fullt úr stiga hjá mér, það er Renault Group, það er þá Duster Renault, því að þeir eru bara með Duster, besti bíl heim. Dusterinn er bara með takka sem að slekkur á öllu. Já, að mæ eitthvað, svo personalized eitthvað. Þú þarft ekkert að fara inn í neitt og grafa þig, það er bara eitt stór takki, Renault sem við tala um á hann, Metallica, bara takk. Eða bara, þú veist að Duster eins og já, það er bara útvarp og það er ekki eins og ramar í rúðum aftan, sko. Geggjaður bíl. Maður þarf að eiga eitthvað svona beater. Geggjaður bíl, 2018, bara 800 fyrir hann, 500 dísel, sleggja, ódreipandi. Það eru geggjaður, sko, ef þú vilt í framtíðina, þetta er miklu betur en Ghibli á mínum mati, þetta er grindir yfir ekki sundur og svona, sko, fyrir bara auka bíl á heimilinu, eða vinnubíl, eða winterbíter,
bara whatever. Duster eru geggjaðir. Þetta er bara að lata sport okkar tíma, sko. Já, ég meina, þegar ég átti minn, ég er búin að eiga 4 núna, sko. Já. Ég átti 2013, gamla, sko, með þarna, sem var framlöndur í Indlandi og ógisli. Já. Og ég fór á netinu og komið tíma á tímanum. Ok. Og, ég er náttúrulega, kann að gera við og svona, en tímarimi og svolítið leiðilegt, sko. Já, já. Þá var ég búin að sýna tímarimin í Volkswagen og svona þegar ég var í næstæði. Það var alltaf sérverðsfæri og svaka, hvað Já, veist. já. Ég bara kíkja á netinu. Mm. Ég er ekki tími ekki að borga, ég borga fyrir bílinn 300 skall Já. með endurskoðun eitthvað. Ég er ekki að borga versta 150 skall að skilja tímanum í þessu bíl, sko. Nei, Gleymdu svo, en ég tími ekki að lifin að slitna heldur. nei. Ég ég fer á YouTube. Já. Og finn ég einhvern pólskan gaur í Bretlandi Já. á YouTube. Já. Þú veist, maður heyrir pólskan heiminn, sko, en Já. maður sá númerið á bílnum í Bretlandi. Hann you take this, eitthvað, bla bla. Svo you don't need special tool. You take this bolt from engine mount, eitthvað frá, það var einn bolti, langur bolti, Já. sem heldur mótorbúðan, Já. sem og verður að taka af hvort þess að koma stýrunni. Já. Sagði, þetta smelt passa bara í pinnan til að læsa knastasinn. Já. Það sagði, þú þarft ekki sérfæri, þú bara tekur það bolta. Nice. Þið bara gerður ráð fyrir því. Þú getur skipt tímanum á Duster með topplasett. Já. Diesel Duster. Já. Bara tjakkur topplasett, byssa, Ég meina, 3 tíma, þetta geggjaði bíl. meira að segja nýr Duster og umbúðið í dag er pund fyrir pund bestu kaupa bíl sem getur keypt, sko. Þeir eru flottir, bara vantar, er ekki bara hybrid, það er engin diesel. Jó, en þetta er samt hérna ekki plug-in hybrid, þetta er samt mild hybrid, þannig að þetta sleppur alveg til, sko. Það þarf ekki hlaðan og svo leiðis, en þú veist, hann er með bara öllu sem þú þarft og engu meira, og ekki neinu minna heldur, sko. Og þú veist, þetta er bara svona, já, ef þú ætlaðir að kaupa þér nýjan bíl sem að er fjórhjóladrifinn, getur farið flest, þú veist, þið vantar bara bíl. En þessi Bigster, ertu búin að prófa hann? Ég hef ekki prófað hann, en það er náttúrulega Þetta er ekki bara uppblásin Duster? Jú, þetta er bara uppblásin Duster, þannig að hann er þingri og stærri með sömu 3-cylindra vél. Já, en ég meina, þú veist, fyrir Ísland, þú kera 90, bara sem svona vinnubíl, skilur og daily, skilur. Ég hef bara ekki prófað Bigsterinn, sko. En mér finnst þeir alveg svona merkilega cool með, eða þú veist... Mér finnst hann ekki ljótur. Nei, Alls ekki, sko. hvað hann er svona, hvað maður segja, hvað hann er mikið ekkert, gerir hann nettan í rauninni. Þetta er svona eins og, þú veist, út af því að þetta er bílalegu bílinn, þá finnst mér eiginlega cool að keyra um hann. Já, svona stigma, eins og minnum 2018 sem ég kaupir núna, bara sem undirbítir, sko, að ég set fórðan alltaf inn veturinn, bílinn er ekkert viðgar og ég tími ekki láta hann fara í salt, sko. Og svo, þetta er 2018 bíl, þannig að þetta er nýja bótið, miklu betri sæti en gamla típan, sko, og það er bara fínt að keyra þetta. Já. Þú veist, þetta er mýgra en hlæmis skoðun okkar sem ég á líka. Þetta er bara, ég finnst það bara geggjaði bíl. Tengdapabbi minn keypti glænýjan Duster úr kassanum 2017 held ég, sko, og hann er búinn að keyra hann örugglega að verða 300.000 kilometrar núna, sko, slæðir ekki feilpúst, og hann segir að tengdapabbi býr í Þýskalandi og ég prófaði að keyra þess að Duster á Autobahn, sko. Það er funky shit. Hann er svo lággýraður. Já, hann er svo rosalega lággýraður. Hann er bara 5 gýra. Fyrsti gýrin er að því að þeir eru náttúrulega ekki með millikassa. Hann er ekki með lógýr eins og ekta jeppi. Þannig þeir gerðu þannig að fyrsti gýr er svo opposa lár. Það er unni lógýr. Svo ég kannski eina á Íslandi, sko, gamlim Dusterinn sem ég átti fyrsti sem ég læði á þessum tímanum á honum, sko. Ég tróð 31 tómi undir hann. Sannlega eina á Íslandi sem ég gert það. Og ég gerði það ekki, mér var saman bílinn, ég fengi það útýrt. Ég hækkaði hann ekki upp að neitt. Ég bara fann 31 tómi dekk á Ford Explorer Sport Track felgum, einhverju gaur var að selja. Bara, gaðdeiling eins. Fuck it. Vandaði hvort þetta dekk undir hann. Og fór ekkert upp í kanta en eitt svo leiðis? Jó, blessað, ég keipti það, ég segi bara, ég læt þetta passa. Já, ok. Allir sem ég spurði sögðu þetta aldrei ganga. Ég bara tróði sundir og svo bara beigði og náttúrulega beigði svona halva hring og bara fer í, bara shit. Ok, tek allir sundur og tek innir plastið úr og það er svona eins og sílsa, svona eins og punktasöða. Eins og sílsinn er, sko, í laginu. Það er þannig sem fer upp í hjólaskáluna. Og skerði bara rauðvar í það, ber það inn, Arctic Trucks og öll þessi fyrirtæki, þau geta alveg eins, sko, bara geta aðeins fancy, eru með flott plöss sem fara yfir þetta, þessi geta snittilegra, sko, en sama koncept, ber það bara allt inn, setur bara riðverð niður þetta, sprautar þetta við það, svo bara hitar innarbættið, hitir vissu, vel, ítir það lengst inn og hann keyrði með 30 stóma dag. Ég nefnilega hef svona, geggjaður. Mér langar lúmst einmitt, sko, að eiga, sem sagt, ekki breyttan Duster, en Duster á svona chunky dekkjum, kastaragrinda framan kannski, eitthvað upp á þaki, eitthvað svona drasli, sko. Það er planið mitt. Stígbretti jafnvel.
bara eitthvað svona bara svona drasl. Ég er búinn að finna mér All-Terrain svona aðeins stærri dekk undir Já. minn og eitthvað Já, ég fór með hann út í Þórsmörk og allt sko, gamla já, næs. og veist, ég hugsa bara ef túristinn kemst á óbreyttan Já. þá kemst ég á þessum sem það 31. Þú kannt að keira líka. Já, og svo- svo eins og leiðan komin á 31. Já, þá er hann 6 gíra já, lagar já, skírkassi. já, lagar skírkassi. þá var hann bara 120 Já, á svona 1800 súninga Já. þá var hann ekta en þá náttúrulega er hann ekki með lógir skilur þá ertu Nei. Nei. talandi samt að vera ekki með millikassa, drauma, sem sagt, ef ég væri að detta í svona projectbíl og hefði kunnáttu til að gera eitthvað, þá myndi ég kaupa mér sem sagt first gen Porsche Cayenne, því það er eini Já. Cayenne sem með millikassa, Já, já. og ég myndi vilja se 6-cylinder útgáfuna, og þegar turbo-útgáfan hún er ekki alveg svona robust, Þetta er bensínbílina bensínbílinn, já. bara svo veist hann er mjög kraftlaus og Já. yðir eins og anskotin Já, en, Já. en hann bílar minna en 8-cylindra. Já, þetta er 3,2 Já, Þetta er unni Vaff R6 já, Mhm. já, en allavega hana. Já, Já, og þetta myndi þá vera Volkswagen Touareg líka first gen, því að þetta er náttúrulega eiginlega sama. já, þú svo þess Já. Svo segir við, hann Já. grútmállur Já, sem kemst ekki neitt og yðir Já, en svona, ef maður ætlaði að gera eitthvað svona project. Já, hann bílar ekkert, Nei, já bílar ekki neitt, sko. Nei, nei. Og þú veist, tekur allt air-suspension drastlið úr honum, Já, og það- þá ertu bara komið rock Mhm, solid. mhm. Það er ef ég kynni eitthvað, sko. Já, hækka hann upp og Já. ég hef séð marga maður hefur séð marga svona Touareg nei, Cayenne Já. sem hafa verið hækkaðir og Já. breyttir og þú veist sko, Touareg og Cayenne Mm. þú veist sko, eins og mikið þessi landkrúsir kalla vilja vera á þetta landkrúsir Mm. Touareg er jeppi, Já, Cayenne líka Já, hann er já, með millikassa, hann er með ef þú kaupir rétta spekkið, já, hann getur verið með læsingu aftan auðvitað. og læsingu í millikassa Já. það er svo sem ég átti að hafa með læsingu í millikassa og Já. allt sko og leiðu þú losið sig við þetta loftpúðan og allt að kæfta þig Já. eins og ég held sko, ég myndi frekar fara þú alltaf vist Porsche frekar en Touaregin, Hvað er með það? Touareg Vaff 10. nei, það er geggjaði bíl Já, ég veit en það. það er bara vesen Já, já, þú getur það frekar pening og Mm. styrta niður klostið, ok. það er sniðura Já. og þá sparaði stressið og vesni Já, R5 Touareg, Já. 5 cylindra diesel já, 2,5 ok. hann er með tíma gír ef ég fer með rétt mál, ég held það Já, ef ég frekar viss, hann er ekki með keðju eða reym sko, ok. hann er eins og 10 cylindra mótorinn Vaff 10, þá var hann með tíma gíra eins og bátur, Já. bátamótor það er ekki að pæli því Þá er Vaff 10 væntalega þá bara tveir svona. já, í 5 rauninni, cylindra. já, en þú veist, 5 cylindra turbo þetta er rauninni sami mótor að koma í transporter og Já, já, öllum þessum, þetta er bara sendibílamótor Já. og dreifandi, Já. ef þú finnur þannig bíl, Já. Touareg með gormafjöðrun, já. ekki loftbúða þetta er merkilega bulletproof bíl Er það ekki svolítið sjálfgeft, sant? nei, ég sé nokkra, vinnufélag minn átti svona eins og niður Já, ok. hann sagði að kýrði yfir 300 km Touareg, Já. það er Touareg það loga svona 15.000 ljós í mælaborinu Já, náttúrulega En því það er líka á svona. já, sko, ég hef alltaf sagt það eins og það var einn sem vann með það einu sinni þegar ég átti þennan bensin Touareg Já. hann var á 120 krúsar, Já. típist Já, já. og hvað, með búið á sjóði grind og búið að fara í afturhásingu og allt þetta típiska Kemur rétt yfir 400 Já, já. En ég vil samt fá eina halva já, mínútu. einu kom Ég veit hvað ég er með. já, komið tíma á spýra samt ok bara högtar í 50 bara bara hvað veit við mikið já, þú veist það er samt smá hérna rið í bodyfestingu svona einu hálfa alltaf svoleiðis það var eitthvað, já, bara þetta Touareg þetta var alltaf bíl Já. ég sagði, já, veist, ok ég setti henni í gang fyrst sem ég gerði Mm. í OK Mm. eigið öllum kóðum út Mm, öllum mm. skilabúðum alltaf hvað bílar og hann var eitthvað en ef þú kýtur undir hann 2004 bíl Mm. Ameríku-bíl frá Ameríku það var ekkert ein skrúar yfir undir hann Nei, ok. Touaregin er yfirgarnafnilega merkilega lítið Já. og miðað við sko Mm. og hann var eitthvað, já, þetta er alltaf bíl og öll ljósum lofandi og allt bíla ég sagði, sko, eini munun á milli þessum bíl og þinn bíl Mhm. og Volkswagen og Toyotana er að hann lætur mig vita allt sé bílað Já. það er það sem fólk finnst mér á Íslandi fattar ekki Nei, nei. þú veist, Toyota, það getur með Toyota eða Subaru eða eitthvað sem er fínir bílar Já. ég veit, bara mjög góði bílar sko Já, já. en hann er bara ekkert nóg fín til þess að láta þið vita af öllu sem er bílað Nei. það er svona að koma enga ljósi í mælaborði Nei, ok. það getur verið rúðupælar og ónýtur eða pera sprungin að hitta þetta en Touaregin eða Audin á þetta hann bara lætur þið vita Já. að það sé eitthvað bílað það er svona að koma ljósi í mælaborði það getur verið jafn mikið bílað að þessum Volkswagen Já. og þessum Toyota en Toyotan bara veit það ekki hún lætur það ekki vita Sko, ef ég væri að fara að kaupa mér, ætti pening til að kaupa mér nýjan Land Cruiser í dag,
þá myndi ég ekki kaupa mér alltaf að byrja með en hérna, ég myndi fara og kaupa mér hérna, ég myndi fara í bílbúð Benna og kaupa mér sem sagt KGM Rexton í staðinn. Nú, ok. Já, Er hann það góður? sko, það sem þú fær fyrir peningana, ef þú kaupir hann sem sagt 35 tómi breyttan, Já. tilbúinn, bara kláran, 13,5 miljón. Það er enda heldur Þú færð í dag. það í er dag, heldur gott, helviti gott og það er búið að fara í alla breytinguna og hann bara klár í allt og það er með öllum þessum millikössum og læsanlega afturdrifum og bara allt sem að Land Cruiser getur gert. Þú ætla bara í basic Land Cruiser nýjan óbreyttan, hann er 9,5 sko, svo þarf það fyrir breytinguna þannig að þú ferð easily í 21 plus. Já. En Ég myndi allan daginn eða 7 miljónum minna Já, breyttan nýjan KGM sko Já. og þið minna hann með 5 ára ábyrgð, ég veit að fólk er með óbúslega stigma fyrir þetta Sangyong dæmi og eitthvað svo leið sko. En þú veist, Þetta er mótor og skipting og allt já, eins skilur þetta er bara þetta bíll. já, þú veist Svo er Toyota Quality er búið að fara niður. já, minna, Þeir eru orðnir ekki eins góður og þeir voru. Suðurkóru búinn, bílaframleiðandir þar eru líka bara búin að up sitt game svo mikið, eitthvað sem Já, sé já. Kia eða Hyundai eða KGM Já. sko. Þetta er bara, þeir eru bara komin í allt aðra deild sko. En KGM, er þetta sama og Þetta er bara Sangyong, Sangyong. nefnum bara nýtt nafn? Já, þeir eru búin að rýbranda sig sko. já. Já. Svo þetta var Sangyong og áður hétt þetta var þetta Daewoo eða eitthvað svo leiðis Þetta var Daewoo. Þetta var partur Daewoo í rauninni. Daewoo Musso líka hétt þetta á einhverjum tímamóti Ég held sem Sangyong Musso var, Sangyong Musso, já, Musso var bara undirtegundin. já, því að núna þeir eru með KGM Musso líka sko. Og það er sett Pallbíll, pallbílinn, já. já. Hann er líka topp Já. eintak sko, bara grindabíl, bara Mussoin basic. var ekkit pallbíl, Mussoin var bara svona svolítið svipaðar á Patrol. Já, með Það var- Benz-vél. Já, Powered akkurat. by Mercedes-Benz. Yeah. Áttur í afturúðuna. Já, Algjörlega, sko. Kóru-Benz. Kóru Benz. Já. Nei, Musso Sport. Það var Já, Musso Pallbíllinn. Sport. Já, alveg rétt, já. Mhm. Já, ég prófaði en daginn, fór út í Frankfurt til að reynslaka sem sagt Rafmax Musso. Sem sagt Rafmax pallbíl. Mhm. Það var fengi dæmi. Nei, við viljum tóran maður. Við viljum kólabrennan. Ertu með eitthvað tölu á því svona hvað þú ert búin að vera að pröfa marga svona bíla? Þú veist, þá er ég aðalega að meina kannski svona nýja bíla og eitthvað. Ég er bara talið þættina mína, þeir eru að nálgast 100 sko frá því Ok. byrjaði. Já, sæll. Já. En hefur þú bara verið í nýja? Hefur þú tekið Nei. svona aðeins eldra eða eitthvað svona? Ég hef alveg reynd að upplifa bucketlista minn líka sko. Ég hef tekið hérna Mercedes-Benz 450 SL, ég var 850 sem var draumabílinn sem ég var bat sko. Mhm. Jaguar XJS 92 model, Já, VAF 12 þá eða? já, F12. Þannig að ég tók svona tók bílana af vegnum hjá mér frá því að ég var krakki Mhm. og hérna annarkvort fann þá eða þeir fundu mig. Já. Stundum, það er alveg merkilegt sko hvað svona miðaldra kallar eiga að bílum Mhm. og eru til í að svona bara já, viltu ekki hérna, já, og kannski viltu kíkja á hann og taka hann á rúndin, ég er bara svona, ertu viss, þú veist, þetta er Já, þetta já. er gull, sko. Akkurat. En þeir eru, það er bara ógeðslega cool með þetta, bara, já, þú bara skilar honum á morgun, ég er bara, nei, ég ætla ekki að hafa hann yfir nótt, sko. Bara ekki séns. Já, 850 BMF maður. Já, það var einmitt, ég sko, hérna, 850 bílinn sem ég fekk að prófa hann í sumar, sko, það var bara Já, unicorn ég horfði á það vídeo. bílinn minn síðan ég var bara krakki, sko. Mhm. Og það var alltaf, Geggjaðir bílar. já, BMW E32 úti á plani hjá mér, sem mamma pabbi áttu, sem var 7 lína, 735, bara 6 silindra. Þannig að þetta var sportbílinn, sem var sem draun ekki sportbíl út, það var bara Grand Tourer. En þetta var bílinn sem að mér fannst ég svona eiga sens á ekkert tímann að koma í, sko. Hafði engan áhuga á Ferrari eða Lamborghini eitthvað svo, þetta var bara eitthvað svona, Svo distant. já, þú veist, ég væri líklega til að lenda í liftu með Pamela Anderson, sko, frekar en að keyra það ekkert tímann, sko. Þannig að þetta var svona eitthvað neginn svona, já. Já, átt að segja, þetta er sportbíl. Tveggja dyra coupé maður, pop-up lights og... Já, þetta var 12 silindra, sko. Já, ég veit. Já. 850 það ekki. Þú sagðir 8 silindra. Þú sagði 8 silindra? 12 silindra. Nei, ég segi tveggja dyra. Já, tveggja dyra, 12 coupé. silindra. Já, þeir kalla þetta samt Grand Tourer. Þetta er meira Já, svona að þú GT. ert að keyra konuna þína eða framhjaldið til að fara að fá þig kampaðinn, sko. Var ekki, jú, 850, það er VAF 12. Já, það var 12. Og Nú fara 840, 840, 8 silindra. Já, Það er bara sögum mótorinu voru í hérna... stjóðunum, já, nákvæmlega. En svo áttu mamma og pappi þegar áttu þess að 735 með hérna Inline 6, Já, einmitt. sem að ég, skemmtileg saga, ég keyrði þann bíl einu sinni frá Seyðisfjörð til Spánar. Já, ok, nice. Það var roadtrip í lagi, það voru 7 lönd og 7 dögum. Já, ég er frá ekki svipa í sumar. Já. Tek Fordin út Já, það var í gaman, til Evrópu. Það var Já. gaman. bara roadtripa, sko.
Ég fæ upplifa það í sumar, ég Já. fara fordunum út. Já, er ekki ekki En- Svo verið dregin af löggunni í Þýskalanda því ég er breyttur. Já Nei, en við vorum að tala um traktora ég er líka að fara að taka traktora fyrir Ok, Já, og ég er með alveg netta traktoratellu sko já, og ég er að fara að testa bæði svona nýja, flókna og Já. veist, ég horfi náttúrulega mikið á Clarkson Farm sko, ég er svo, Það er svo þú veist, geggjað. sko, við kennir svo bara fúslega að ég stel mikið af mínum hugmyndum og pælingum frá þessum þrem gaurum hana, hvað sem er Clarkson, Hammond, Já. May sko, bara sorry með Ég held að þeir hafa haft áhrif á nánast öllu bílatengdu efni sem hefur komið út eftir. Já, eins og reyða fólki á samfélagsmiðlum segir við, þú er búin að vera að cosplaya Clarkson núna í 5 ár, hættu sem maður ég er bara, Nei. Þá eru allir að gera það. Ef þú ert að gera það, þá eru allir svona bíla svona, sem segja svona influencer á netinu að gera. Sko, þeir hafa haft áhrif á mínum mati á öllu auðvitað sem tengist bíla eitthvað, vídeo eða eitthvað, whatever, sem þeir hefur bara verið sett út. settu standardinn þeir settu línuna, það eru fullt af góðum bíla bloggurum, vloggurum, youtuberum whatever í dag, byrjaði allt á þeim Guð Já, fyrir já, og allir sem eru í þessu hafa einhver tengsli, já, við horfum á þetta, já, Já. þú veist, já, ég Ég meina, Þetta er eins og þeir, það sko. voru allir eins og ég sem vildu fá vinnu á BBC að halda utan Top Gear sko. Larsons fara með þetta bara, Já, ég fór að horfa á seríu 1, 2 og 3 aftur. Já, Rewind, sko, þetta er svo En ég geggjað. sagt ykkur það að það er aðeins erfiðar að plana það hvernig maður ætlar að reynslaka traktor sko, því þú getur ekki bara að tekið hann í bíltúr og já, já, maður þarf að fara að gera svona dæmi og svona en það er svona, blundar í mér svona þú veist, ég notaði yfirleitt sumarfrí mín ég bara að fara í heiskap og svona dót sko já, bara einhvern gömlum traktorum og svona dóti þannig að mér langaði í ástæði til þess að reynslaka traktorum líka sko Þú þarf þá að finna Lamborghini. ég er að finna, það er bara, já, Ég held að það sé enginn á Íslandi. ekki á Íslandi þetta Lamborghini er bara sem sagt merkið sem Deutz Fahr eða Deutz, Já, Deutschfar, já. það er sem sagt Lamborghini í rauninni Já, en samt, já, ég veit en Lamborghini sem hann á, Já. í þættir, það er ekki Deutschfar. Það er gamall Lamborghini. er það gammal Lamborghini, er það ekki? Hann er með mörg ljós og svona, ég held að hann sé gamli. Það sem alltaf raman er í haki. Ég ætla ekki að hengja mig upp að það gæti verið rétt hjá þér en ég held samt að sé inn undir því þetta er sama batterið sko. En við alltaf rammarsveisni, þá kemur ekkert óvart þessi ítalt. Nei, bara alls ekki sko. Þjóðverið myndi aldrei leifa þetta að vera svona ónýtt, sko. Nei, nákvæmlega Nei, þannig að þú veist já, ég er svolítið spenntið fyrir því að fara að leika með traktorum og svona Það er örgulega nóg liðið á Íslandi sem bara bændur sem myndu vilja heyra það er bara skilur. til rosa mikið að traktora perrum sko. Þú veist, ég er í hópa á Facebook sem heitir bara gamlar dráttavélar á Íslandi sko. 6.000 fylgjendur sko. já. og það eru bara svona gamli Fergusonar og bara svona gamli kallar Það er einn í Keflavík sem á einn. Ég elska svona Leggur hann fylgta alltaf- grúpur, sko. Já, Það er einhver í Já, þetta er Keflavík hvað sem á svona gamlan rauðan, ég veit ekki hvað þetta er, hvort sem að sé Ferguson eða Nei. eitthvað. Sem hann alltaf, hann er með þetta inn í skúr, já, svo alltaf við sumnið, það er gott veður, já, þá ítir hann út, já. geymur hann út úr túnni, þá sjá allir, Já. það er flott. En það er sem við segjum, falda grúpur eins og þetta Já, Það er svona, þú postar eitthvað á Facebookið núna og þú fær like frá mömmuðinni og Dóri Frænku, sko Ef þú postar eitthvað inn á þessu grúpu ég tók gamla Fergusonina mömmuðinni sinni og tók mynda hann og sett hann hana þá var bara 200 like, 30 comment og já. allir bara eitthvað, maður bara wow, hvað ég fekk mikið adrenalín og þessu maður eitthvað bara, vel gert, vegni nótkunni hérna Já. Við vorum með ég var í vinni í Sólningu bara, já, ég var hvort ég var 18 eða eitthvað Já. og það var hann eitt sem var að vinna hana með mér hann átti sveit og honum áskótaðist gamall, sko, komið minna þetta hefur verið Ford 1000 eða eitthvað já. gamall svona blár með opið hús og einhvern veginn komið bara með hann keipti ný dekk undir hann eitthvað svo vorum við eitthvað slípan og málan og eitthvað og hann var hann helviti cool, sko Já. bara ógislega fyndið eitthvað að keira þetta á planinu, þú veist, og bara högtýri á milli gíra og brjónaðir næstu og settir hann og fasta Já. milli og eitthvað, bara geggja að vera í eitthvað svona bulli, sko, Nákvæmlega. og en þetta er einmitt, sko, og ég man eftir þessu líka úr sveitin, sko, þegar maður var að fara maður fór inn í eitthvað skurð og maður niðurgýraði og þurfti bara að passa sig að fara ekki aftur fyrir sig að því að maður brjónaði upp úr á leiðinni og eitthvað algjör vitleysa, sko. Það er að þú veist á gömlu traktorunum getur þú sko bara bremsað einu dekkin aftan sko Já, já. Þú veist, það er Nú? geggjað. Já. What? Þú getur Þetta er svona ef þú ert fastur sko Já, þá getur þetta er eins og þú veist nýju Broncoan eru með þetta til dæmis núna sko Já, og læsur einum til að spóla þau upp úr já, ok. algjörlega, Eins sko. og bara, já, bara, eina, hvað maður segja, svona, poor man's LSD, basically. eða kannski betra Já, kannski betra, já. af því þetta er manual. Já, En gott að þú snertir á eins og þú nefnir þetta Facebook-grúpur. já, Það er sko,
Facebook-grúpur í dag, Mm. ég er nú bara með Facebook bara út af grúpunar og út af Mhm. Marketplace, bara þess að köpa og segja Mhm. hérna, Facebook-grúpur í dag, þetta er það sem núna, það sem fórumin voru í gamla dag. Já, Já. Það er bara, ég veit ekki hvar ég væri án þess að vera með þessu grúpur. Maður Þetta- læri svo mikið, Þetta er bara BMF kraftur, lift og cruise. já líka ellendar síður. Já, erlendur Maður er líka, inn á- sko. eins og ég hef alltaf þegar ég kaupa ekki bíl, Mm. þá finn ég síður, Já, joina þær Jep. og það er alltaf, sko, þetta er ekki, ég hef alltaf sagt það eins og með Kíur eða eitthvað svona, Já, já. Hyundai, það er oft erfiðara fyrir okkar sem er að skrúa sjálfur í þetta, já, þegar það er svo lítið af upplýsingum. Já. Það er fólk sem kaupir þessa bíla þeir eru bara farmendi umbóð eða eitthvað. já, En eins og spesbíla, já, eða bara Skoda eða Já. BMF eða eitthvað sem svona aðeins meira bílafólk er að kaupa, Já. það er alltaf, eins og fyrir BMF eða Audi eða Benz, sérstaklega eldri, Mhm. alltaf hægt að finna upplýsingur um allt. Já. Það er einhver gaur, einhver starf út í heimi Jep, sem hefur lent í samanveðsunnið jep. og rettað því og er búin að gera pistil um það eða vídeo eða Bara eitthvað og hver- þú getur rettað því. Hver hefur ekki náða bílan að greina bíla sinn út af Facebook-grúpu eða Reddit þræði til dæmis, Bara sko. allt sem ég veit um Akkurat. bílum minn er á Facebook Já. og bara ég lærði allt. Þú veist, og hérna, og ég ætla að halda því fram að það með þess að, þú veist, ef að maður, þú veist, eins og ég þarf að fara með bílinn minn á verstæði yfirleitt og bara shoutout á bifrið.is í Hafnarfirði og það er bara, hérna, elskaði verstæði, það er alltaf tími hjá þeim og þeir gera hlutina bara vel og ódýrt og bara svona bingo. Já. En allavega hérna, ég hef yfirleitt náða bílinn að greina bílinn áður en ég kem með hann til þeirra, sko. Já, já. Og hérna, svona sirka, ég er ekki Já, að segja alltaf með Já, það, já, sko. já. En það er bara út af því að maður næra, hérna, þú veist, gramsa í hérna, Já, í grúpum, Þú veist, YouTube. þegar já, svona. ég var á minn næstæði, það var ógeðslega næs. Stundum alltaf vissi fólk ekki hvað þetta var, sko. Nei, nei. En það var mjög næs stundum að fá einhver gæði svona, já, ég er búin að skoða þetta aðeins, Já, grunar þetta sé þetta. Og kannski byrjaði maður strax að kíka á það já, og þá er það oft rétt. já, Mhm. einmitt. Skilur það er bara að spara tíma og vesen Já. og ég meina, já, þú veist, það er bara, svo, finnst mér eins og í dag, sko, við búum í svona upplýsingaöld. Já, Þú veist, það er að finna upplýsingar um allt. algjörlega. Og mér finnst það svo mikið af bílum í dag sem fólk ábreykir að kaupa, drasl. Já, Og þú veist, og sérstaklega ekki bara bílategundur, þú getur verið með Ford er góð dæmi, ég þekki það svo vel. Þú getur keypt bara venjulegan Focus, mm, þú getur keypt 1600 dísel eða 1500 dísel, beinskiptan, þá er með góðan bíl, bara ekkert við þessin, bara fín. Ef þú kaupir 1 lítra EcoBoost, sjálfskiptan, það er bara drasl. Það er alveg eins bíl, já, bara ef þú kaupir einhvern tíu bíl með ákveðin mótor og ákveðin skiptingu, þá er það bara að fara að vera helviti. bara do your research. Já, bara, ef einhver er að hlusta, ég þekkir einhvern sem er kannski að fara að kaupa sér bíl, Já, þú veist, og veit ekkert, ekki, sko, ég ætla ekki að vera leiðilegu við umbúða sölumenn, en þeir yfirleitt vita ekki mikið um þetta, því miður, þeir eru vinna bara að selja, sko, ekki að upplýsa, sko, nei, þú veist, þeir eru bara að selja þetta, það er eins og með gamalt fólk, gamalt fólk kaupir sér nýjan díselbíl, já, svo er DPF-kúturinn gjörsamlega ónýtur og stíplaður eftir 1 ár, Já. það þau fara bara í búðuna heim, Já. þú veist, þarna hefði sölumæðin hefði kannski átt að benda á okkur fyrir eitthvað bensínbílinn já, til dæmis og spara þeim vesen, skilur bara kíkið bara á YouTube Já, bara segir bara þessi tífa bíl common problems Já, eða eitthvað og þá fáðu strax kemur allt ekki dúti sem gefur já hérna er lista af mótorum sem eru góðir hérna er lista af mótorum sem er ekki góðir ekki kaupa þetta og sko búm strax komið með búin að spara það vesen Með þess að þú nennir ekki að horfa á YouTube, sko, þú getur bara að fara á ChatGPT og slegið inn bara common problems. já eða bara skrifað Já, á Google og þá þetta er strax svona fórum já, 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 já. hvað einhvern búin að skrifa lista bara þessi mótor eru góðir og þessi bíl ekki keftu bara beinsitt ekki sjálfskipt það var ráðnýtt akkurat. ef allir myndu gera þetta Já. bara hugsa aðeins, kíkja Já. og nýta sér svona sér upplýsingarnar Já. þá myndi ekki fólk vera að kaupa þetta drall sko, sorry, það er bara mikið af Nei. bílum sem ekki verið í umferðin sko. En svo er samt svo mikið af fólki sem vill bara kaupa bíl og svo mögulega til mikið af góðum sölumennum líka sem að selja þér hvað sem er. Já, já. já, þetta er eins og félagi minn vinnur á Brynborg sko, Mm. og hérna á Vestæðinu, við vorum saman í skóla þú veist, eins og til dæmis ef þú kaupir Peugeot eða Citroën, Mm. ef þú kaupir diesel Peugeot eða Citroën, beinskiptan Mm. alveg svona þokkalega góður, Mm. allt er læg Mm. sjálfskiptir, Mm. ef þú kaupir 1,2 bensín, Mm. Peugeot eða Citroën Mm. bara guð blessi því. Já, Þetta er bara, það er bara blautímari, þetta er bara helviti. Þeir voru með gáma fulla af þessa mótora já, í ábyrgð bara til að skipta. já. Þetta var alltaf ónýtt. Já, með það sem er kallað wet belt á ennsku, Já, eða ekki? sama og 1 lítra Fordin, sko. Já. Sama með Fiesta og Focus, Já, ef þú kaupir 1500 bensín eða 1500 dísel eða 1600 dísel, já, fínir bílar, bara fínir mótorar. já, En 1 lítra 3 cylindra, það er ónýtt drasl. já, Bara leiðilegt fyrir þá sem kannski eigi þessa bíla, já. en
bara Nei, en ekki ég meina, þú veist, what you gonna do, skilur við. Já, já, bara, veist, eitt bara þetta er bara á markaðinum, skilur svo getum við eins og Top Gear smá svona consumer advice Já. dagsins. Nei, það en er bara þetta- 1200 Citroen Peugeot Já. og 1 lítra Ford Já. þetta er drasl Þetta er eins og, ég á, sem sagt, 4-sildra BMW F10 525 X-Drive. Þannig að þetta er sem sagt þessi Já. fræga 4-sildra vél. N47 Já, en samt updated. Þetta er ekki sem sagt first generation. Þannig að það er búið að updata eitthvað bla bla. það var með skárri tíma keði held ég Já, það er eitthvað skar í henni. En og þeir eru náttúrulega bara þekktar fyrir það að bara klunk up og bara Já. bara vesen. Já. En það er þú veist, ef þú ert að keyra innanbæjar, ef þú ert alltaf með start-stop og og ef þú heldur við 30.000 km intervals fyrir olíuskiptin Þarna, já. og ef þú keyrir eins og þú sért ef þú keyrir bílinn eins og þú sért í Suður Þýskalandi en ekki í Reykjavík sko. Þannig að þú veist, það er svo margt sem þú getur gert til að koma Já, í veg fyrir já. þetta líka með Já. viðhaldi og hugsa og bara passa. bara vita hvað þú ert Já, með í bara höndunum hugsa eins og þetta, sko. Já. Þetta er mjög mikið eins og með Land Rover til dæmis 2 lítra Já. þannig að dísel sem ég ætla með gáma fulla Já. af til að skipta í ábyrgð Já. og saman með N47 ég held að mikið af vandamálu með til dæmis N47 keðjan í þeim er svo þekkt vandamálu með BF N47 sem bara drasl en það er kannski að því að þessi bíl var keyptur nýr Já. þá þú kaupir hann, kipur hann láni og ætla bara að eiga hann í 2-3 ár max Já. þú sem bara, hörðu, já, BL sagði bara 30 km fresti Já. en ég fer ekkert á hverju að borga oftar fyrir þjónuskunni, ég er frá að selja hann kortar eftir 4 ár Nei. og þá kaupir þú hann og þá var hann kannski kyrið 100 árs kilometra og þú skiptum olíu 3 svar sko, þú getur verið með eins þykka og góða keðju tímakeðju eins góðu vilt Já. hún mun ekki þóla þetta Nei, og svo líka þá er það vesen hafi í huga að á Íslandi að þar breytist hittastigið frá 1 mínútu til annarar, Já. rakastigið og þú veist, það kemur raki frá olíu þegar að hittastig breytist og svo framvegis sko, þannig að þetta er ekki bara það að þú keirir 30.000 eða, þú veist, þess að talaður sko, ég veit ekki, reglan í sveitinu var alltaf 10.000 eða 10-12 mánuðir Já, og það er bara 10 til 10.000 mánuðir, max. já, og það er bara það cycle sem að hún þólir upp á, sem sagt, þess að talað ár eða Já, eitt Kílómetra, ár eða 10 km Já. og þegar svo kemur rakjarn inn í og svo þú veist, sest hann niður og þá ertu komið vatn í olíuna og þá ertu farin að fá smjörið sko. algjörlega Já, mér finnst bara, ef þú með tímarum 10.000, ef þú með tíma keðju Já. dísel helst, Já. þá kannski 8-9 Já. bara því að hún er svo viðkvæm fyrir já, olíu, sko. já, þú veist, þú veist different strokes for different folks og allt það sko, þú veist, bara fólk þarf að kynast þið sjálfur já, en það er svona já, Þess að ég held í fram, ef þú keypt nýjan N47 þóttu þessi nýji fyrsti þarna við lélega tímakeðju já, 2011 sem komaði fyrst held ég Já, ég veit ekki, ég er Já. ekki bíógrú en bara þessi þekktum Já, tímakeðju veginn já, Ef þú keypt hann nýjan, mm. bara ég, þú, eða við hérna og ekki hlustað á umbóðið bara smyrt hann á 10 skilum fresti bara frá upphafi já, já. Ég held það myndi aldrei landi í tímakeðju veginn Aldrei Það er nefnilega að finna út skuli segja því ég átti einu sinni E60 545 sem sagt 8-sylindra með þess að djöfisins 8-sylindra vél sem að fara allar ventilóspakningar alltaf, þú veist, já Já, bara valftrónik og rafmagnsvesen og það er bara, já, Skemmtilegt. það er ógeðslega skemmtilega vélar sko, Já, já. þegar það virka en svo náttúrulega lekaður bara olíu úr öllum pakningum í rauninni, sko Þá er hann bara með olíu, Já. veistu það? Já, allt í góð en ég held í framsko að þeir voru með þetta 30.000 life cycle dæmi sko. Ég er nokkuð viss um það að hefði eitthvað sem hefði keypt þessa bíla nýja og gert á 10 km fresti það hefði þetta mögulega hefði þessar vélar, þú veist, endast ennst lengur sko. Og er þetta skára, sko Og því að það var ógeðslega mikið af 545 bílum á götunni hérna einu sinni, en það er eiginlega óbúslega lítið eftir að Já, það já. sko. Og það held ég sé út að ég sé bara vélavana og það er svo dýrt að halda þessu við sko. Já, þetta bílar og fólk tímið ekki og bara gefst upp Já, á ég þetta. meina, þú veist, þetta er bara dýrt og vesen að eiga við þetta, ég skil alveg, maður segir bara, já, ok, þú veist, ég átti mitt svona bíl á tíma sem að það var eiginlega of dýr bíl rekstri fyrir mig, þú veist, og var alltaf að þeim leka aldri, olíu sem og sagt. eitthvað og maður var bara, þú veist, maður bætti á hún olíu þegar maður var alltaf að leka og eitthvað já, og hérna, ég talaði mitt um það þegar Það var komið- svít með hestöfl var komið að, já, nákvæmlega, þú veist, við talaði um að þegar var komið að smyrjan, þú veist, já, að það væri bara búið smyrjan í heilt ár og núna var hann að fara í svona aðalsmur já, Já, já en, en hérna, nei, þetta er ekki besti mótorarnir, sko. nei, en mjög skemmtilegir, sko, og þú veist, ég væri mjög til í að eiga, sko, 645 með þessari vél sem að myndi halda við, sko, og bara taka það inn í reikningin og ætlar að halda þessum pakningu við alls og leiðis.
það væri mjög gaman sko. En ég Ef átti þú hennar færir svona myndara, finnur myndara. Já, maður finnur myndara sko. En ég átti hennar bíl sko þegar ég var 27 ára sko. Og ég átti valla efnaði að kaupa bílinn sko. Átti alls ekki efnaði að halda honum við. eins og ég var þess að fólk spyr mig, ég var aldrei þessum pakka að fara mikið í BMW, ég elska þessa bíla sko. En ég vissi alveg sem hvað þetta var, þess vegna var ég í Fordin sko. Já. Sem samt vesen og ég þarf að flytja allt inn sjálfur og Já. engin búið á neitt í þetta, þeir eru 3 svona á landinu, Já. en alltaf leið, það er samt dýrt. Er þetta sami bíl og hana Race Taxi? Nei, það er RS. Það er RS. Ég er með þessi típa. Já, ok. Ég er með gamla bílans Badda, hvítur bíl, Já. einhvern veginn betur við, þú veist hvað það er. En það eru 5 eða 6 RS bílar eða fleiri. Já. Það eru bara 2 ST, af því hann er ekki skóður. Nei. Þetta er eins og, það er Vaffer X, ekki ST. Já. En þú veist, samt með betri blokk. Já. Það er closed deck, ekki open deck, eins og RS-in og eitthvað. En allan, já, þú veist, þetta er bara, ég hef alltaf sagt það, kannski einhver spyr mig sem er ekki mikið í þessu, það er svona yngri en ég og eitthvað. Já, ég var að spá hérna í BMW eða einhver Audi eða eitthvað, ég segi bara, sko, þú verður að muna. Já. Þetta er dýrbíl, það var dýrbíl, það var nýr fyrir ríkt fólk sem var no pain til að laga þá. Já. Það er bara, það er málið. Þegar þú ert komin á þann stað í lífinu og þú átt no penning Já. til að eiga dýran sem er Já. dýrt að laga, þá fínt, skilur en. Ef þú átt ekki efni á glænjum BMF, þá áttu svo sannarlega ekki efni á notuðum BMF. Jú, ef þú ert með skúr og tilbúin að skúra sjálfur. Já, ég veit. Ég hef alltaf sagt það. Já. Sko, eins og ég hef hugsað þetta, ef þú gerir svona basic maintenance, Já. skiptum dempara Já, eða stillíkúlu eða bremsur eða smíra sjálfur, gera alltaf sjálfur. Já. Þess að fá einn feita reikning af og til. Já. Það er alltaf leik. En ef þú kannt ekkert Nei. og ert ekki með aðstöðu, Nei. ef þú ætti að fara með hann á verstaði fyrir gjörsamlega allt, Já. gleymdu þessu. Það Gleymdu þessu, þetta er bara Ég allt dýrt. þekki samt alveg lið sem á BMF og hefur ekki efni á einum reikning af og til. Þú veist, er bara Ok, það er kannski marga svo leiðis. þá ertu kannski komin þá ertu oflátt farin. Sko, það er þetta er mjög hættulegt samfélag að sparki og hafa aktíft. Það er BMF samfélagi, sko. Þetta er svona, ég tala um þessi geitungabúi sem þú eigir helst ekki að sparki, sko. Því að það vottar ekkert rosa mikið fyrir kaldhæðinni í þeirra svona. Nei, ég þekki nokkuð BMF-kallar sem eru ekki með góðan húmor á BMF. Nei, það bara, þú veist, Það er kalt bara. bara taka ekki jókinu, sko. Og þú veist, Ég er svo for crying out loud, maður. Ég bara tek dæmi ekkert tíma. Fekk ég lánaðan sem sagt M4 BMF sem var búið að stage 2 tuna og eitthvað svo leiðis. Og ég veit svona gróflega hvað það þýðir. Ég nefndi ekki að setja mig í það fyrir þáttinn, en ég reyndi að vera fyndin og sagði, það er auðvitað bara búið að stinga einhverju tölvi í samband og þeir eru búin að slá einhverjum kóðum inn og þá fara einhver meiri hestöfl, sko. Það kom bara heikvíslega. Sko, við erum sammála hérna. Við erum mjög anti þetta stage dæmi. Já. Af því að þetta make ekki sens. Það spyrir bara hvað er búið að gera vel. Hann er stage 3, sko. Já. Bara, já, það er downpipe og intercooler og tún. Og bara, segðu þá, downpipe, intercooler og tún. Skilur, ekki segja eitthvað, eins og eitt spurði mig bara, hvaða stage er fortiðin? Bara, stage. Ég hef bara búið að gera hitt og þetta og taldi allt sem búið að gera við hann og það. Kostum mappaðar og eitthvað. Það er ekki stage neitt. Nei. Ég hef aldrei skilið það. Nei, og þú veist, Svo ég ástöðum að ég með bjóða að finna diesel stage 1. Og ég hef alltaf verið að skjóta á þetta lið. Það er því að segja, já, hann er stage 1 mappaðar, sko. DPF delete, ekki delete. Svo les ég auðlýsingum bara, já, þarna varst ekki búin að stage 1 mappana en þú vildi það. Þetta er DPF-in og EGR bilaði og þú lést mappað út og gæinn sagði við því að ekki bara stage 1 mappan í leiðinni og núna er hann stage 1 og þegar púsgreinum var full af sóti og þá tóku þér ekki valið út í leiðinni hann var ekki mappaður til að mappan hann var mappaður til að laga hann það er ólíkt en það er þess vegna sem þú hittir á mjög svona viðkoma taug ef þú segir eitthvað að bara sett fartölun í samband og í sleiðin eitthvað nei, er sko líka búin að ég veit ég hef bara aldrei skilið að mappa fjölskyldubíl ég er með Superb heima, teglið dísel hann er eitthvað 190-200 hæstum við það ekki, teglið dísel mér er aldrei dattið huga mappan til hvers, konar fyrir á hann með vinnuna skilur ég skuttla rusli í kölku ég fatt ekki, það var fjölskyldubíl þú veist, aftur ég þarf að láta þess að ég þarf að skipta púskrein í BMF-inu mínum út eða það er komið sótiðan og ég ætla þá að láta taka ekki en ég ætla ekki að láta mappan Þú þarf að láta mappan Já, ég ætla að láta mappa þetta út en ég ætla ekki að fá meiri hestöfla en svona fucking kjaftaði Þú færði ekki stage 40 eða eitthvað
jafnvel 49 sko ef Já, ekki þangað, sko. sælir. Ég er með stage 52 sko. Já, Nei, ég ætla að taka þetta út og ég ætla að láta hann virka og ég ætla að ganga út frá því að BMF viti miklu betur en ég þegar það kemur að því að vera að breyta einhverjum svona Já. einhverju Þú veist, svona möppun þetta er alveg sniðut, skilur, þetta gerir alveg sniðut sko. getur En hvernig ég er með þetta eins og með Fordin hjá mér hann er því að það er gaur út í Ameríku sem er allir mæla með í þessu grúpu það er ástæða fyrir því að okkur allir mæla með hann skilur hann er eiginlega sérhæfði þessa bíla og Type R og eitthvað og þá er þetta custom map þetta er ekki bara hann sendir eitthvað map sem hann er búin að búa til áður fyrr og bara beint á bílinn þetta var 2 vikna process það voru 9 mismunandi map sem vorum að fram og tilbaka og ég sendi honum skrifuð datalog hann fer yfir þetta er bara eins og bara map á dænum, næstu því ekki alveg en þú veist hann sér allar upplýsingar þetta er bara götumappa með einhverjum sem er ekki hjá þér einmitt þetta er eins og hann situr með fartölvuhliðina nánast bara ég sendur hann tilbaka og þá er mappið bara gert eftir bensinni sem er hérna heima loftið sem er hérna heima, hvernig bílinn haga sig bara hvernig bílinn vill hafa þetta ekki bara eitthvað generic map en þetta er bara eins og ef þú ferð með bensiðin eða BMF-þiðin átíðin inn í umboð, inn í verkstæði þar setur hann í sambund, þar er miðlæg og gagnagrunnur sem að tengir bíliðin allstaðar út í heim Vist, er þetta ekki bara saman pæling? Nei, já, en málið er að þannig ertu farin sko, þannig kaupið þú BMF og þá er versmiðan búin að eyða milljónir evra, milljarða í að þróa eitthvað mapp fyrir bílinn sem er lítilegisla mengar eitthvað bla bla og bílinn, það er búið að setja allt safe þannig að spísinni þólu þetta túrbíðan þólu þetta er allt gert til þess að á að duga lengur svo er einhver dutt einhver staðar bara búin að setja eitthvað mapp sem hérna gaur lóta bara inn á því og hann veit ekki hvernig bílinn haga sig hann veit ekkert ástandið á neinu og þá er þetta bara hann að blása eitthvað ógeðslega mikið inn á turbínuna og bílinn þólar þetta en ég er að meina prósessin er svo sami eins og þinn gaur sem að gera þetta út í Bandaríkjunum hann kemst í þitt apparat hérna heima og hérna, þannig þetta er sama hugsunin nema hann er ekki með Ford vottað en aðmunurinn með þetta og eitthvað svona stage map sem þú gæði flasha bara er að þarna er hann búin að skoða allt hvernig bílinn haga sig og þetta er gert eftir það sko, ekki bara eitthvað generic map þannig að þarf þú að senda data af hvernig bílinn er að haga sér til hans, hann stillir eitthvað sendir það tilbaka, þú þarfst að senda hann aftur data hvernig bílinn að haga sér og þannig stillir hann sko en þú veist basically það sama og ég bara í sumar þegar ég satt með Baldur í framsætinu og hann bara flóraði 3. gírinn út brautina og bílinn gerði eitthvað og svo bara fiksaði hann hérna, hann varst að fá ómikið bensín og lítið loft svo fyrir við aftur og aftur og aftur þá er það bílinn gengur þessu klukka og er safe en þú veist, þannig ertu komið með hitt eins og svona pre-made stage map eins og maður segir eins og að gera bara möppun kannski er það í lagi, skilur en þá er einhver gaur yngstara bara, skilur eitthvað fyrirtæki búið að þróa eitthvað map sem á að vera betra en versmiðan, sorry ég veit það ekki ég ætla að gera mér ég ætla að gera ráð fyrir því að framleiðandinn geti ráðu til sín færasta fólkið í fæinu til að gera þetta ég meina svo þú veist, myndum við ekki halda það fram með það? Jú, eins og segist ef þetta er eitthvað spes dæmi breyta eitthvað eins og til dæmis ég og hann skilur og breyta hellingi mótorinn og þú veist, það er móa lítið eftir í organan sem er mótorinn mér sko og þannig sé ekki það mikið samt en það er samt, þú ert með öðruvísi pælingu þar og þú ert að endur þú ert búin að smíða þú ert að gera en þú veist, ég get líka alveg tekið rauk fyrir því að ég geti farið til Þýskalands í BMF og ég geti tekið gæjan sem er að búa til mappið orginal fyrir bílinn þar og sett hann í framsæti hjá mér og sagt, heyrðu, ég vil fá mapp fyrir þennan bíl hann getur þetta ekki ræða það er pottjætt ef ég myndi setja þann mann inn í minn bíl hann myndi geta búið til mapp fyrir hann sko að hann myndi ekki vilja gera það nei, ég er að segja hann gæti það og þar erum við með eitthvað svona færan sko, sem að getur gert það sko. bara svona bottom line sem að segja ekki fara með bílinn ykkar til hvern sem er til að mappa það er ekkit að því að mappa bílana skiptir ekki máli hvað stage eitthvað skilur við bara do your research áður en ég gera það og bara einhver sem veit hvað hann að gera af því það hefur alveg gerst að
mótorar hafa verið að springa í mappi og alls konar þegar það hefur verið að breyta ykkur. Já. Þetta í rauninni sko, ef að þú átt bíl og þú vil gera eitthvað við hann, skaltu bara gera það. Þú veist, við erum ekki hennan til að dæma þig fyrir það. Við erum bara að mæla með Þú veist, bara, Við erum að miðla okkar upplýsingum. þetta er okkar sko. Okkar reynslu. Ok, ekki að því að mappa fyrstu bílskrifu. Nei. En farðu þá til einhvers Já. sem veit hvað hann að gera Já. og er ekki að fara að stúta mótorinn þinn. Nei. Af því hann tekur síðan enga ábyrgð, hún er drull. Já, nákvæmlega. Það er málið. Algjörlega sko. En hvað hérna, Torkur, Yes. James Einar, við ætlum að skella í nokkru spurningum sem við erum búin að listu upp. Já, er það hraðaspurninga með það? Svona, þú veist, má bara reyna að svara en svona tiltölulega Já. fljóta eftir hver annari. Já. En við verðum samt alveg til að heyra ykkur pælingar. Þetta er svona, við höfum verið að spyrja fólk svona næstu því svipaða spurningar Já. til að fá svona, Heildar yfirsýn bara Já. yfir alla. Við erum Hvernig að reyna að hafa það. Herru, nýji bílar eða 90s? svona verið umbúðin ósátt. Nei, Bara svona persónlegt í hjartanu. Þarf ég að daily drive það eða? Nei, bara svona, þú veist, hvað Bara meira, ef þú hvað er þyrftir meira í að velja. fílaru? Hvert fer hjartað? Sko, nostalgían fyrir 90 sko, en heilin á mér fyrir nýja bíla. Ok. Bara það sem þú elskar, ekki hugsa með hausinn. Já, þá er það 90 sko, allan daginn. Beinskiptur eða með svona DSG-skiptingar? Beinskiptur. Ef þú þyrftir Yes. Ef þú þyrftir að skipta sem sagt út það sem þú ert að mynda, nú ert að mynda bíla og Já. búa til, Já. ef þú þyrftir að skipta því algjörlega út og við tökum traktorinn út líka, hvað annað myndir þú fara í? Má ég Svona ekki... bílatengt. Já, motorsport. Nei, ekki motorsport, Ekki þú þyrftir bara kúplaði alveg út úr bílunum, hvað annað Já, myndir þú alveg fara á að mynda? bílunum, ok. Hesta. Ég ætla að segja, ég minn hugsa bara, þú veist, hérna, beljur og hunda eða eitthvað sko. Ok. Já. Já. Og mikið svona dýravinnur. Já, ég held að það, hérna, hvað maður að segja, fólk er svo mismunandi í skapinu, sko, þegar maður er að mynda, ég myndi ekki nenn að vinna með fólki, þannig. Skilða mjög vel. Já, þannig að hérna, já, þú veist, hundar eru alltaf næs og beljur eru snillingar, sko, hestar líka, það er bara dýr. Já, Það er svo, ég tekið það mikið á svona bílafólki almennt, já. svona ekta bílafólki, er ekki mikið fyrir fólk. Nei, Af því að- já. Það er oft Já. tengið þar að milli. Benz eða BMF? BMF. Full rafmagnsbíl eða hybrid? Hybrid. Ok. Já. Ó, ok. Hvor brautin AIH eða KK? Ertu eitthvað inn í þeim málum? Sko, ég hef bara kert brautin hérna niður í Hafnarfirði, sko. Já, það eru báður í Hafnarfirði. Já, er að segja að hinn hérna... Rallycrossbrautin. Já, ég hef ekki kert rallycrossbrautin. Nei, ok. Ég hef bara kert hérna. Þannig KK, þannig ég vel hana. Ok. Ég fekk líka að kera hana á hérna Porsche GT3, þannig að það var mjög gaman. Ok, nice. Já. Keiriður þú spynnubrautina eða... Nei, þess að hérna track layout, sko. Já, nice. Hérna, shoutout á Benna Porsche fyrir að lána mig bílni það. Gæðvegt. Hvort myndir þú alltaf þurfa að fara í strætó eða þurftir alltaf að húka far frá einhverjum? Mættir ekki keira aftur? Lappa. Nei, ég myndi húka far. Ég hérna Húka far. bjóð í Danmörku í 6 ár og tók minn strætó tíma þar Mhm. og ætla ekki að gera það aftur. Ég er mjög hlindur borgarlínu út af því að það þýðir að það er fullt af fólki taka og nota það, getur við kyrt bara í friði. Ef fullt fólki tekur það að nota það. Já, Annars eru við haki. Ef þú mættir eiga hvaða bíl sem er, hvaða bíl myndir þú velja? Þurftir ekkert að pæla í viðhaldi en eitt, þú bara mættir eiga hann. Alfa Romeo Giulia. Ok. Gamli eða. Nei, 9. Quadrifoglio. Quadrifoglio. Já. Twin Turbo V6. Já. Hver er eftirminnilegasta bílaminningið þín frá Íslandi? Bara svona eitthvað moment sem tengist bílum. sem- Þessi er svolítið erfið, sem sko. var- Já. Þegar að pappi minn leiði mér að keira BMF sjölínuna sína í fyrsta skipti Mm. Já. og hérna, það var og eina ástæðan fyrir hann leiði mér að keira hana og því að hann var í glasi og hann þurfti að komast að vill staða Já, allt er það. og ég var hérna, ég kannski verið 18 ára eða eitthvað svolítið og vorum að keira upp hérna þrengslin og ég man að það var hérna Honda Civic á undan okkur og hann sagði, setti nú í sport og taktu fram á þessari druslu það hafði impact á mig sem Þetta er ungan core dreng. memory. Þetta er core memory, sko. Já. Þetta er Ah, flott. bara geðveikt. Hvaða vegur á Íslandi er svona þinn uppáhaldsvegur til að keira, bara fyrir flott útsýni og þægindi? Bara svona driver enjoyment. eins og maður segir. Driver enjoyment. Ég myndi segja hérna Brattabrekka. Það er þetta að fara yfir í hérna Ó, ok. yfir í hérna Dalina. Það er svo leiðin á Ísafjörðu þannig.
Já, þú getur kert, Já. til dæmis, já. Það sturlaður vegur og sem sagt kringum sem sagt Snæfellsnesið en bara táin sem sagt í kringum Snæfellsjökulinn. Já. Fara út á stapan. Já, út á stapan og þar út með og niður að rifi og þessu dóti. Það er frekar kúl vegur. Það er mjög gaman að keyra þar. Já. Lendir svolítið mikið í rútum þar núna á sumrin en Það er gott að fara inn á vetunar, það getur mjög kúl sko og nærð, já. ef þú þyrftir að lýsa þér sem bíl, hvaða bíl værirðu? Svona við erum að tala um persónuleika eins og Fannar sagði að hann væri Hummer Já, þá ætlum við sögum við hann að tala um persónuleika þinn persónuleiki, hvaða bíl værirðu? Ég væri sko ég væri örugglega bara svona BMW 5 lína eða Benz E-lína sko. Ok. Já, ég held ég væri bara svona elegant, klassik elegant, praktískur, smá kraftur það er svona mjög sensible Ok. það myndi teka Ok. bara svona í flest box held ég okay. allrounder. Hvaða motorsport viðburð myndirðu mest vilja sjá í eigin persóni? Bara hvað sem er. Búin að sjá hann Ok. það fórum Formule 1 í Hungaroring í Ungverjalandi Nice. og það kveikti á gömlu formúlubakteríuna aftur sko og bara ógeðslega djúpt sokkin eða aftur þannig að en ég væri til í að þú veist ég myndi ekki vilja fara á Monza, sjá Monza út í að þið búin að heyra að það sé ekki helviti bara já, bara helviti, Silverstone engan áhuga á því heldur þannig að þetta er meira svona hvað ég hef ekki áhuga á ég myndi ekki vilja fara á Miami kapasturinn það er bara ekki til, ég horf ekki á það ég Las Vegas líka, ég sleppi því bara já, sleppa Las Vegas samt Circuit of the Americas það er flott, ég myndi kannski fara að kóta sko það er góð breyt já, en ég hugsa Ungverjaland út í að brautin er stutt þannig að þú fær bílun oftar fram í þér 72 hringir, það er golden og það gerist sjaldan nokkuð á Ungverjalandi þannig að þú ert ekki að missa af neinu líka yfirleitt fínt veður það ekki jú, það var eiginlega alltaf gott viður Já. það var bara 38 stegi hitti og en það slapp til en víst þú ert í formúla, hvað er þá uppáhaldsbrautin bara yfir til að horfa á alltaf að horfa á bara in general ég er alltaf líka gamlar sko já, í Montreal í Kanada finnst mér alltaf algjör snill sko ef ég er að keyra í tölvuleik og mér er gaman að keyra í Imola og yfirleitt líka sko Melbourne í Ástralíu því að það er yfirleitt það var lengi og er núna orðið náttúrulega fyrsti kapasturinn þannig að ég var svona mikið af core memories af Melbourne í Ástralíu það sem að fullt af bílunum og eða svona, já nú er ég farin í fílúðus, það er ekki Spa Vistu það, sorry, Spa er overrated sko þeir eru búin að valda mig Spa er búin að valda mig svo miklum vonbrigðum ok, keyra Spa, ógeðslega gaman brautin sjálf bara brautin sjálf að keyra hana, já en hún er svo löng, þannig að fara bara fram í þær 42 svar eða hvað það er sko en jú, ef ég fengi traktegi á Spa þeir eru með svona einu sá mánuð eða þessar mánuð í sumrin getur þú farið þinn eigin bíl ég keyrði fram hjá Hockenheim í september bara hraðbrautinu sko. já, vikina líka og ég hugsaði eitthvað bara svona ok, það er eiginlega tiltrúlega einfalt að bara fljúa til Frankfurt og keyra til Hockenheim og taka traktið þar ef maður vildi við fórum til Nürburgring í sumar já, einmitt hvaða bíl myndir aldrei keyra, jáfnvel þú fengir hann frýtt og mættir ekki selja hann og eitthvað svona þyrftir bara, fengir hann frýtt og þyrftir að nota hann máttu ekki selja hann verður að nota hann, já segðu spurninguna aftur ef þú myndir fá bíl bara sem sagt gefins og þú yrðir að nota hann þú myndir bara ekki gera þú myndir bara sleppa því að fá hann þú myndir bara aldrei freka lappa þú færð hann og máttu ekki selja hann svo þú myndir bara setja inn í einhverja skemmu og vilt ekki láta sjá það á hann já, bara myndir aldrei keyra hann bara það er ógeðslega freistandi að segja bara alla Teslur en yes saman ég sagði Tesla hate er underrated hefur aldrei testdræfa Tesla? Nei okay. og ég hef null áhuga á Teslum ég hef meiri áhuga á Mac-töluninu en ég hef á Teslunni sko. ég færi freka á svona Kína Temu bíl heldur en Tesla sko. bara, nú hef ég prófað flesta þessum Kínabílum sko. Þeir eru fínir og ég reyna að gera allt sem ég geti til að telja fólki trúin það að þeir séu betri en Tesluna sko. Og ég ætla ekki að prófa Tesluna svo ég get ekki
sem sagt, ég döð ofan í mig sko Þetta podcast breytist úr Shift Happens by Lois í Tesla hate. Nei, Nei, Teslur eru örgulega fínar, ég bara hef ekki áhuga á þeim sko nei, bara, það er bara Já. mjög samt. þetta er svona pínu eins og að vera vegan, það er svona fínt að eitthvað nenni en ég nenni ómögulega að gera það sjálfur sko Sagði ég ekki Tesla líka? Jú, örugglega. Yes, maður. Monster eða Powerade? Ég tók Monsterinn núna út af að montaði kaffinnið en ég væri yfirleitt í Powerade-inu Ok, bara vegna sigur Max og annað Skynsamlega. þessi er sugar free. ég valdi rétt sko Já, sugar free and full of other crap. Já. Nei, þetta er gott maður. ég held þetta að segja hérna bremsulugur Þetta verið svo. Minna með hérna einhverjum B-vitamínum og einhverju, er auglýsið þetta rosa fínt hérna eitthvað. Ég hef nú fengið bremsvöku upp í mig, það bræðast öðru sér. Þetta er helviti gott á bragðið. já Ef þú mætti breyta einu bílamenningu í Íslandi, hvað væri það? ég myndi óska þess að fólk væri ekki svona miklar landkrúser kindur Ok. svona hjarðhegðunin í kringum landkrúser Mhm. mér finnst mér stekkit að landkrúser en svoleiðis, mér finnst bara svona ég finnst það bara eitthvað svo það er svo fyrirsjánlegt Já, Já, ég held að hjá okkur á þessu podcasti er Tesla og Landcruiser heitt. Já. Alveg í toppi. já, er samt, víst, ekkert á móti landkrúser mér bara finnst það svo þetta er svo mikið svona hjarðarhegðun. já, þetta er svona, þú veist, ástæðan fyrir því þegar að hérna að dýr eru í hjörð sko, það er svo að það sé ekki hægt að spotta þau út sko, Mhm. þú veist Já. sebrahestar í hjörð, þeir eru í hjörð svo ljóni get ekki átt að segja á því hvað Já, það fara bara allir í þetta Já. sko, og svo bara, þú veist, ég haldi því fram, bara, ef þetta er svo góðu bílar sem bílar svo lítið, akkur ætlaðu að kaupa nýjan? Hvort myndir aldrei aftur vera í skóm eða vera alltaf með lekandi hór? já, ég myndi alltaf vera með lekandi hór held ég frekar Já. Hvaða bílatengd sena úr kvikmynd finnst þér ógleymaleg? hérna Taxi 1 Peugeotin Geggjumynd. Það er geggjum. það er hérna fyrsta þegar hann hérna fær mannin og kerir hann til flugfinn og hann er seitt Og breytir Já. bílinn og, liftur honum upp já, og í hérna númer 2 manni hvort það var á þessari myndi eða seinni myndinni þegar hann hérna er í hérna eltingaleik við 3 rauða bensa held að sé já, E-klass eða E-klass E500. já, E5, já og svo og hérna það, já, taxi Man of culture. Hvaða bílategund finnst þér vannmetin og ætti að fá meiri athygli? Eða þú mátt segja bara einn specifík bíl? Það var svona bara svona underrated. Fólk, og svona fólk er ekkert að óttast að því hversu gott þetta er. sko ég er með svona laumi fettis fyrir svona Alfa Romeo en ég myndi samt ekki ráðleggja fólki að fara í nýjan Tonale til dæmis út í að það er bara Jeep, það er bara Stellantis og þeir koma illa út úr öryggisprófunum og svo leiðis, þannig að mér langar ekki að segja að það sé underrated en þess að eldri Já, bara sem brand yfir hug. sem brand sko og hérna, já Var ekki þínir menn í topic sem sögðu? Þú verður ekki bílegur þá vil þú eignast einu sinni Alfa það er Romeo. nefnilega sko Og þjást. ástæðan fyrir því að ég er með þessa Alfa Romeo dellu í hausnum á mér er glúta þeim sko Já. en frendi minn átti einu sinni Alfa Romeo þannig að ég hef svona persónulega tengingu við það líka sko Já, svona að upplifa áföllin og þjáninguna. já Nei, kannski. mér fannst hann bara ógeðslega töff sem sagt Já, frendi þetta minn sko og þegar hann var á Alfa og þegar það var bara svona pínu ok Já, og svo er fólk á þessu út í Ítalíu og Fraklandi og þetta er aldrei bílað. Maður skilur þetta ekki. Nei, ég veist, já, ég er ekki viss eins og ég segi, sko, já, Alfa Romeo, Giulia, Quadrifoglio Maðurinn að mömmu, hann átti einmitt Alfa Romeo þegar að þau voru að kynnast hann sko, þannig að ég var mjög lítill og hérna, ég man eftir því sko, við fórum ekkert rund á honum sko, en við fórum líka einu sinni í ísbíltúr á Selfoss og við þurftum að láta að draga okkur tilbaka. Já, mitt Það var svolítið þannig sko. Og ég, hérna, eitt vannmetið bílamerki sem að mér langar að benda á og ég tala snertaðum að það er Polestar sem merki, sem brand bara, það er svona, hvað maður segja, nýtt fyrirtæki, tiltrúin nýtt, þeir eru vallaorðnir 10 ára gamli sko og þeir eru með algjörlega lockdown hvað þeir vilja vera þegar kemur að gæðum og framleiðslu og markkópa og allt þetta, svo er þetta bara góðir og nettir bílar, þetta er einu svona, hvað maður segja, mass-produced rafmagnsbílinn sem ég hef keyrt hjá þeim er þristurinn sko, sem með torque vectoring og annað sko Já. Það- Já, pælt í eins akstursuplöðu. og já, þú veist, þeir eru með sem sagt, hérna suspension og chassis design sko, þeir vilja þeir
markaðsetja að þetta sé handling bílar sko. Var ekki eitthvað performance típan með Bilstein fjöðrun og Jú, það er hérna LRD Bílstein Ulins fjöðrun sem er sem þú getur stilt eftir og svoleiðis og hérna, það er hérna, já, það eru pælingar í þeim bílum og það er svona vannmyndið branda mínum að og þeir eru komið með bara öll heimsins testöfl með sér og þeir eru cool og innovative og ef þú ert fyrir, þú veist, ef þú ætlar að rafmagnast á hana bál sko Ef ég væri pyntur til þess Já, þá færi ég Polestar. myndi ég segja, já, Polestar 2, 3 eða 4 og Polestar 1 sem var sem sagt hybrid bíl, orginal Já, með fyrst, hérna. 4 silindra Volvo-vél og svo hérna einhverju rafmagnsapparati skilaði 600 okkar hestöflum sko, það er leitt svona á landinu Var það ekki bara byrjunin að þróa T8 dótið fyrir Volvo? Jú, Notuðu það til þess að læra? þetta var, þú settist inn í hann sko, þá varstu bara með sem sagt, Volvo S90 innötingu eiginlega sko, nema þetta var tveggjadýra, þetta var Grand Tourer en hann var svo nettur, hann var svo cool, hann var mjög þungur en samt það var eitthvað við hann var ægilega svak yfir honum sko. Þannig að ég hef þróað með mér smá Polestar-dellu en það er líka, við tölum það hvernig bröndin tala við mann sko, það er hvernig þau hafa komið fram við mig þegar þau hafa búið mér út og left mér að skoða bíluna sín og svo leið sko. Það hefur svo mikið að segja og þau hafa alveg unnið mig á sitt band þú veist. Já, mér finnst bara margir rafmagnsbílar eru að vera svona futuristic, svona útímulega og margir feila Já og eru bara ljótir en Polestarinn er svona futuristic, svona right það var mjög cool að sagt, yfir hönnuðurinn hjá Audi sem að hannaði Audi e-tron GT sem er byggður á Taycan bodyinu hjá Porsche líka hann, Polestar headhuntaði hann og ríði hann yfir það er alveg þú veist, smart move sko. Hvaða bíla eða motorsport viðburður á Íslandi finnst þér skemmtilegastur? Ég þurfti undanfæri ára að fylgja Hill-rallíinu ég var ráðin í vinnu við það að fylgja Bowler-liðinu frá Coventry. Bowler er svo Arctic Trucks fyrir kappakstursteild Land Rover þetta er Land Rover 90 bílar þetta er ekki svona hálfgerð Dakar spekk Jú, þetta er svona, alltaf því að vera Dakar sko. Og það fannst mér skemmtilegt út að ég fekk borga fyrir það að elta það og eitt árið að þá lánaði umbúðið mér Land Rover Defender 130 langa bílinn og ég gerði þátt úr því að getur spekk Land Rover Defender 130 haldið í við rally útgáfuna auðvitað ekki en það var samt gaman að keyra á 24 miljón krónar bíl upp á Hálendi og láta hann heyra það sko. Já, ég meina Land Rover hefur alltaf verið duglegir í markaðssetningu þeir eru alveg cool sko. Svo lengi sem það sé ekki Jaguar. Hvað er Jaguar? Það fyrir hakk Fiat Multipla eða PT Cruiser? Multipla Yes, Multipla var Hvað er upp á þess lægið svona at the moment til þess að rúnda við eða keira, hlustu verið að keira? Go to ég er svona Meshuggah-kall ef einhver er í þungarokkinu ég prófa alltaf græjun öllum bílum með Meshuggah sem er svona industrial math þungarokk það er alveg svona, blastar öll í gegn og það er bara svona jarðýta í gegnum ég fíla það sérstaklega talandi Polestar-rættur þeir eru með hátalara í nakkanum sko það er með bara það er nett sko ég myndi segja Meshuggah Lamb of God Ef þú þyrftir að velja einn bílaframleiðanda til að segja væri uppáhalds, hver væri það? Það verður alltaf að vera BMW Hann fegstu hjartað hans penn Ég bjóst við Polestarinu smá sko Nei Ef þú ættir að velja einn gamlan bíl til þess að gera upp hvaða bíl er þið fyrir valinu? Þetta er svona money, no object, time, no object og það er bara, þá getur fengið manni í það bara það væri örugglega eitthvað skonar 6-lína BMW E24 svona tveggjadýra GT sem að E24, það er ekki hann að Batmobíl Jú, CSI Sharknose Já Ég er 635 CSI Jú, eða CSL kannski líka CSL, já Ég held að Jú, CSL, Batmobíl, já Aftur talandum bíómyndir hann var Lethal Weapon 2 það var vondikallinn, hann er á rauðum svona og hann veltir honum og ég mann því að ég var barn og sá þennan Ég sá einhvern tímann á Facebook á Íslandi og hvað var í Vesturbænum
getur tóku mynd Já. á svörtum 65 CSI CSL líka gaurinn sem á hérna Adam og Evu kynlífsbúðina Já, hann á rauðan svona ah, en hann er bara búin að limmið hann allan út í Adam og Evu þannig að það er svona tvíekja sverð en það er svona ef maður fengir hann hann var góð með verði Porsche, var hann ekki með Porsche líka sem Jó, hann er með Porsche líka sem er búin að gera það ef maður fengir hann góð verði Já, það er málan bara já. kannski ekki búið að nota mikið Hvað, Porschein eða kynlistækin? kannski bæði, ég veit það ekki Nei, nei, algjörlega bjóð sko. fyrir Veit ekki Mjög gott, herri, við vorum ekki með fleiri spurningar í þessu Nei. Við ætlum Nei, einmitt að enda þetta á því að einmitt, vita svona hvaða bíl þetta væri sem að myndi gera upp Já. Það er alveg góð pæling sko, það er svo gaman að sjá svona, þú veist, eins og að þú ert búin að pröfukýra bara fullt af nýjum bílum og einhverju svona, svo gaman að sjá pælinguna, þú veist, ef þú þyrftir að fara aftur tilbaka, hvað þú myndir fara í þá Já. og svona sko. ég held bara, ég veit ekki ég held kannski hvað finnst þér, ertu kannski að svipaðast á ég það er bara svo lítið í dag sem eitthvað heilla mann eins og var fyrir kannski ég veit ekki 10-15 kannski fyrir 10-15 ára kom kannski út nýra M5 eða eitthvað og bara vá Sko, þetta er geggjaði bíl Ég væri, þú veist, ef ég ætti svona, þú veist, drauma bílastæði, fattur mig þá væri ég með sennilega sko Isuzu D-Max eða Volkswagen Amarok sem bara svona jeppan, bara daily appi bara daily eppi svo væri ég með eitthvað 90s eða 80s classic sem svona helgar bara sennilega BMF það eitthvað slúðis Já, það myndi alveg geta verið Jaguar eða Benz eða eitthvað Ok. slúðis líka sko svo sko segjum svo þú veist, ég væri pínu svona hvað maður segja, spoiled for choice ef ég ætlaði að velja rafmagnsbílinn sem þriða bíl annars sko, hvað ætti að vera ég myndi, já, mögulega Polestar myndi ég velja sko, þrist eða fjarka ég er lúmspenntur fyrir nýja Neue Klasse BMW línunni sem er að koma þeir eru þess að búin að breyta lukkinu, þess að nú eru nýrun orðin pínu lítilattur nú, ok já, þannig að ég er svolítið spenntur fyrir því sko þú ert svona, þú fýrir allt svona pínu á Já, öllu hann er svolítið að laga þetta á þú ert sko, svolítið sko, different strokes for different folks sko. það er svo mismunandi fyrir hvern þú ert að, veist, í þáttunum mínum þarf ég að setja mig í spór fólksins sem að myndi mögulega vilja kaupa hennar bíl þú veist, já. þegar ég er að prófa BYD, Seal eða Tang eða eitthvað svo leiðis, þá veit ég að ég er ekki að fara að selja ykkur þrem hérna þann bíl sko. bara alls ekki sko Nei, bara langt í frá og þú veist, ég ætla ekki að myndi ekki að reyna að eða tíma mínum í það að reyna að selja ykkur það sko. nei. En ég veit að það er einhver hérna upp í Kópavogi sem er 50 plus sennilega, sem veit fara í rafmagnið Já. og hvað myndi sá einstaklingur hafa áhuga á að vita það er drægni Já. það er létt að leggjónum lett að leggjónum Svoleiðis. þú veist, sérðu vel út úr honum eitthvað svona já, er það eiginlega stærðin af hanskahólfinu er rafmagn hér og rafmagn þar, þú veist, eitthvað svona basic dæmi sko. Þannig þetta er svona, þetta er eins og líka ef ég er að prófa Isuzu D-Max að þá þarftu að nota pallinn já. og draga á honum og gera eitthvað svolítið sko. Þetta er svona, þess að við erum gaman að fara í smá svona cosplay, þannig ég er kannski pínu að cosplaya, kannski ekki Jeremy Clarkson, en ég er alltaf að reyna að cosplaya væntanlega kaupanda eða væntanlega eiganda sko. það er bara rétt leið sem gerða Já, það er það sem að mér er gaman að setja mér í þær stellingar sko. Sko, ég var með að skrifa niður hérna því að mm. ég fekk þess að aðsenda spurningu sko, Okay. frá aðalega sem hefur hort á þáttinn hjá þér og svona og ég var svona aðeins að fikra maður fram og hann vildi að ég myndi hendi í þig hvað er besti bílinn sem þú hefur pröfukeyrt og versti Sko, ef við tökum besti og setjum það í sama bracket og það allra skemmtilegasta þá er það nýji Porsche 911 sem ég fekk að prófa hann út á Spáni á kapasinsbraut sem heitir Ascari Ok, það var bara, já það er beinskiptur bíl það nei, það voru allt sjálfskipti sko, Já. en við fengum að prófa mismunandi sko, 400 drifna já, með turbo og ekki turbo, bladibla það er bara alla já, flóðuna basically. bara alla flóruna og það var, ég veit ekki hvort það var bestur en það var svo gaman já, að það var sennilega, já, það var bara besta quality ég er besta time kvalitið sko. En svo við förum í næsta hérna Vestas, skattrepp með Porsche já hvað af þessum 911 myndir fílar mest var það bara toppurinn Nei, ég hefði sennilega tekið sem sagt turbo en samt bara með afturhjúldrifi sem sagt Já, ekki fjórhjúldrifi okay. ef hann var ódreignilegri Já, þú veist, fjórhjúldrifni sko, hann bara lá sko, þú veist, það var ekki að reysingsleikum en eitt svo leið sko
þannig að hann var hérna, ég held ég myndi bara fara svona, já, Ok, taka, það er eitthvað með svona mid-engined dæmi, já, Já, nei, það þetta er er náttúrulega ekki rear mid-engined, engine, já. já, rear engine, því að, Af því aftur kannski við skal betur með það. svona weight distributionið er skemmtilegra Já, já. og því að þú ert með alltaf þyngdina 18 sko Já. og þú ert með hérna Já. Já. En vestibítin, það væri sennilega Tesla, en þú ert ekki búin að pröfa það, þannig að Já, Það er eitthvað annað en vestið sem við pröfukert. sem ég pröfu ekki, ég ætla að hugsa hérna Það yrði ekki, það yrður ekki endilega Tesla. Nei, kannski ég er alveg með dipló svar sem að skadar ekki neitt Anna, já, politically correct. já, ég hérna reynslu og Fiat 500 út í Tenerife einu sinni, blæjubíl Mhm. sem að og Fiat 500 er algjört drasl Mhm. og ég get sagt það út að ég átti Fiat 500 í 1 ár og ég elskaði hann bíl það var svona drusla sem ég elskaði það voru að detta á hann handföngin og hurðarhúnanir og hérna það var svona en hann samt bílaði aldrei, hann var mechanically sound Já. en Það samt er bara drasl. kóktós Já. en ég fucking elskaði hann, þetta var eins og reypangleru sko. þannig að hann var bara ídalskur og cool en hérna ég átti marga góða stundir í þessu Fiat 500 og ég prófaði eins bíl út í Tenerife og ég ætla að segja að það hefði verið út af að ef einhver hefur keyrt inn út í Tenerife út af hver maður í Íslandi fyrir Tenerife keyrið þess að upp að eldfjallinu Mhm. og þetta er ekki nema 70 hestafla bíl Mhm. og það var alveg kolrangur bíl til að gera það Já. út af því að hérna svo þyknaði upp þannig að blæjan fjallum sjálf sig sko og við vorum bara kennið til þóku þannig að það var bara svona pínu antiklæmaks Já. Já, ég farið þetta reyndar á, ég leiði hérna, ég hef kert hérna hringum Tenerife já. og líka ég keirðum frá Santa Cruz, norður, Mhm. keirðum upp á fjallinu, súleið, Já, já. gegnum skógin. já, já, Það var geggjuð, þá tekur eina beig og sérðu alla stöndina einu megin já, og svo þú veist, þú er búin að fara þarna, já. Svo ég leiði Seat Leon eitthvað svona stationbíl, Já. ætla að því að ég, konan og fórðar mínir, Já. svo bara ok, við erum fjóra mannskum í 40 skur. Já. Ég mæta það, það er ekki til, bara ok, hvað getur fengið? Já, við erum farið í næsta flokk, það fengi Peugeot Rifter, já, það er sendibíl, já, svona eins og Caddy. já, Ég bara, já, ok, stekki það bara, þannig ég var á honum bara. Já. Svo fór félagið minn setna til þenni, já. góða félagið minn, Já. hann leiði sér bara 595 Abarth. Ég ætlaði einmitt að segja sko, Hann keiri samanlega ég auðvitað fyrir þetta er geggjað, þetta hljómar geggjað. ég ætlaði að leia að barþinn Mhm. og hérna, hvað sá, var þetta Fiat F59, nei hvað 595 Abarth, 595, eða 695, Já. ég held 595. já, býtar ekki öllu Já. geggjaði, Það var Abarth 500, já, að barþinn, já sem ég ætlaði að taka hann sko en hérna, þá var bara, hann vildi fá sem sagt fyrirfram depositum um 1000 eurur sko Já, í kassi og ég hugsaði, Já. næ, þetta er pínu dodgy Hann tók þetta frá, þetta er Seacar, já, þægilegasta, besta bílið Já. annað, þeir pæla ekkert í neinum sem með þetta. já, En þú þarft að senda tölvupóst og þú vilt fá já Abarth, skilur, já, þú getur ekki já. panta á netinu. En ég ætlaði að fara og hann vildi bara, já, vildi fá 1000 eurur fyrirfram borgaði í kassi, ég hugsaði, nei, ég tek bara 500 og Já, já. en það var svona aðlega út eða mér langaði bara að, hérna, þú veist, ég var búin að vera nóg á ströndinni, Já, langaði að fara að gera eitthvað Já, ég fór alveg hringin í hring maður. Já. Mér finnst hinn hliðin á Tenerife flottari. Sko, það er ógeðslega Sem gaman að ekki keira á allir eru. norður hliðinni, sko Bara miklu meiri gróður og mjög fallegri. Já, Það er úkslega að fyndi einmitt hvað þetta er misjáft, eða þú veist, að því ég tók ringin, já, þú veist, á ströndinni bara sandur Já, og eitthvað, já, og svo já. kemur í hinum einn og það er bara tré og rigning það er og, bara industri líka í Santa Cruz líka, það eru bara olíuskip og það Já, er já. komið bara til Spánar í rauninni akkurat, Það er alveg, Já, já. já, Tenerife er, sko, eins lítið og þetta er. mm, Það er næstu í miljón mann sem búið já, já, sem er fárlegt, Já. fyrir svona lítinn stað. og það er líka, það er svo miklu meira en þessi suðluti þannig á Tenerife, sko Þannig ég hugsa Já, já, já. að næst þegar ég fer þá ætla ég að skipulegja það betur að ég verði búin að leiða með bíl fyrirfram, sko Já, já. og því að það er ógeðslega gaman að keira alla þessa zigzag vegi þarna Nei, það er úkslega gaman. Já. Eða bara, þú veist, eða bara lega bíl Já. og fá bara lega hótelega sem er íbúðega sem er hínum með. Já, já, Þarf ekki endilega að vera það sem allir eru. það er líka hérna ógeðslega mikið af bílaframleiðendum láta taka upp sem sagt markasetni sitt á sem sagt vestur hlið eiginar það sem að Já. Og Því að- gróðurinn er. já, það er svona hlið það sem er svona tiltölulega nýtt hérna hraun, svona svart hraun Já. og það eru svona hvítir stöplar, svona steiftir Já, já, já. Þið sjáu þetta, maður sér þetta ofta með veit hvað er að leita og maður sér oft hérna tískubílina og svoleiðis það er svona iconic svart hraun Mhm. svona hvítur stöplum, Já, já. það er rosa hérna bílaframleiðendum fara oft þarna og því að það er auðvelt að loka þessu af líka Já. En Já. ég fór þarna, það er eitthvað sko,
Þetta er einhver erfiðasti vegur sem að ég hef keyrt örugglega. Já, Já. Maska, ég far þangað Það er fucking scary shit, maður. Já, og sérstaklega þegar maður mætti rútum í beigjónum. Ó, já. Já. En hvernig Það var- bíl varst þú á? Ég var á, hvað var ég á? Ég var á svona Yaris Cross, minni mig. Já. Já, það var litlum bíl. Já, Og litlum. ég var á þessum Peugeot Rifter. Þetta er eins og 5 manna kaddi Já, það er á þessum veg. Það er örugglega viðbjöður. Það var ekki gaman. Ég var á Audi A1 en lítill, mjög lítill Já. bíl, sko. Já. En holy fuck að þetta var scary shit. Getur ímyndað að vera á 5 manna kaddi? Nei, ómögulega. Dæmis. Þú veist, Það var ekki gaman, sko. maður var að mæta rútunum hana og þær stoppuðu og bökkuðu. Já, sko, Þetta var mjög gegn gaman. Ég veist það æviti. Máma mín var bara að deyja, sko. Og það var svo rætt. að researcha þetta sem betur fyrir. Mamma fóru með familíinu hann út og hún var búin að researcha þetta og það sem við gerum bara við bara niður með rúður að þið þurfum að keira ef þú heyrir bara Já, þá veistu já, bara að það er já, að koma rúta þú þarfst bara að beigja, stoppa Já. og ég eitthvað tók eitthvað snöppan þegar vorum að keira maður horfði bara niður og eitthvað og ég fekk skilabóð frá félag minn tilbaka bara að þegar hann var að keira á Tenerife áruna áður að þá sett hann eitthvað í GPS-ið og það sendi hann þennan veg og hann hafði ekki hugmynd þetta sko. Hann sagði ég fór óvart þennan veg og ég var bara hvað er ég komin í af því þú getur náttúrulega bara keyrt hann í gegn og upp felli hinum meginn og þá ertu komin í annan bæ en einmitt sko að GPS-ið sendi hann og hann hafði ekki hugmynd þetta ég var alveg bara svona shit hvað hefur eiginlega verið fyndið og þú bara á einhverjum ógeðslega þröngum veg í einhverjum 90 gráðu beygjum og bara 180 gráðu beygjum og svo ertu bara að mæta rútum bara Pældi ég að lenda þarna fyrst skipti. Já, bara óvart. Já, og bara miðanótt og GPS sendið þangað. Bara í myrkri, bara nýðismyrkri. Þú veit það sem gaman að fá að keira hana veg bara að hann var lokaður. Já. En það er Eins og ógeðslega að fyndið, Stelvi þetta og er Passa 90 gráða. Vissuð þið það? Nei. Ég held að við höfum keyrt þetta á svona 30 til 50. Já. Það er ógeðslega fyndið, þetta er 90 gráða. Það er líka út í að fólk er hjólandi og labbandi og allt og eitthvað svo liður. Þetta er mikið út eins og hún er í Pólandi í sumar. Manstu veginn hana á hótelinu. Það var bara svona komist kannski 1,5 bíl. Já. Skilur við, það er bara ekkert sko, það er bara út í móa og bara 100 km hraða. Það er bara ámarsæði. Sko, ég hef stundum lent á svona undarlegum stöðum þegar ég farið út að reynslaka í eitthvað svona bíla frumsýningum og svona dóti sko og svona eitt mest skeri hlutur sem ég hef lent í eða svona astalegur það var hringtorg í miðri Madrid 8 akreinar Akkurat. 8 akreinar 8 akreinar hringtorg og það var klukkan var 5 þannig að það var sem sagt high traffic sko frá sjár. og flugvélin mín var að fara eftir 1,5 klukkutíma Nei. og ég átti ennþá sko kílómetri eftir í hótelið og ég var fastur einhvers staðar í miðri þetta var bara svona og Spánverinn hann var svo pirraður Já, Spánverinn sko þeir gera allt vitlaust, það er alltaf ræði en ef þú gerir eina litla mistök og þeir vita út útlendingur þá bara þeir líka á hlutinu þetta var svona, maður var síðan bara eitthvað tíðanbíl ég verð bara að komast út, þannig maður bara eitthvað svona bara loka augunum og bara röra út þessum Það er nefnilega langið við klika sko. Núna þegar ég fer út á Fordinum sko ég er búin að plana þannig, ég fer ekki nýjan Stórborg Nei bara fyrir bara einhverja svona auka vegi það er þú veist bara með þess að hraðbrautunum sko úti þeir eru að fara inn í eitthvað stóra borgir þá er komin á eitthvað 12 fucking agreinar og eitthvað svo liðs Já veist ekkert hvort það endar Akkurat Þegar við kýrum fram í Frankfurt Já fyrir á flugvöldunum, það er bara rugglumaður Já þannig að átum sér framjá Já. það er bara crazy shit og í gegnum Barcelona líka sko það er alveg það er frekar klika dæmi Já, við búum svolítið út í sveit þegar við á Íslandi þegar við pælum í stóra saminginu sko, Þegar maður kemur hann sko. sko drauma þátturinn minn er sko þeir eru nóg pening og svo leiðist að taka fara til Þýskalands kaupa mér einhvern bíl sem ég langar í einhvern draumabíl og taka Norrönu tilbaka Já Það var einhver ég man ekki hvort hann keypti hann eða hvort hann fór á honum út það var einhver íslensku gæi sem var að setja á Snapchat og fór á einhverju lötu eða trapant eða einhverju fjandanum út Já og það ekki þegar það var eitthvað handboltamót eða eitthvað mót Nei, maður ekki. Það var á einhverju málaðana þeir fóru á gammalt trapant held ég var sko, ekki París ég man eftir mér minnir þess ekki að heiti Steppi eitthvað ég er ekki farið með Nei, það var ránt mál en hann keypti bara eitthvað sko, ég man ekki hvað þetta var hann keypti eitthvað risastórt dæmi sem hann var að draga á bílnum svo var hann alltaf bilandi og eitthvað svona Var það ekki málar í íslenski fánan? Nei, ekki sami bíl það var bara einhver auglýsing Okay. Þetta var bara einhver, mér minnir að þetta var bara einhver hvítur trabant og hann keypti einhverja kerru úti af því hún var svo ódýr og keypti þú veist einhver, ég man ekki einu sinni hvað þetta var bara,
Þetta var eitthvað svona risastórt langt játrast sem hann var að draga því að það var ódýrar að kaupa það úti og taka það með heim og eitthvað. Já, Það var eitthvað algjör flip. já, maður er alltaf, svona, eins og þú segir, að kaupa eitthvað úti og koma með heim. Já, Það er bara já. svo óbúslega dýrt, eins og ég var að skoða, maður er alltaf, þó maður eigi svona bíl sem maður langar að eiga, maður er alltaf að skoða eitthvað. Þú veist, Það er svo dýrt, sko. já, ég hef oft verið að hugsa sko líka sko, einmitt þegar ef ég hefði meira budget bak við mig sko og geti farið að fara út að prófa svona meira hvað sem er sko. Þú veist, þú veist, ég er svolítið bundið með það að þurfa alltaf að vera með sponsora bak við mig eða eitthvað til að ég sé ekki bara í burtu frá fjölskyldunum minni að leika mér sko. Já, Þetta þarf að með eitthvað smá fjárhagslegan sens sko. já, En ég geta farið í eitthvað track days og eitthvað svona dót sko, það verið náttúrulega. já, ég er alltaf að fæða að gera það í sumar. Á forðunum, Ætlar að fara á Nordslæf eða? Já, ég fer á fókusinu út Já. og verum í mánuð úti. Já, ok, Tökum nice. Nürburgring og tökum Alpana og tökum allt þetta. Ah, Og Suður Fraklandi og Riviera og hvað. Ein bara svona spurning út að ég velti fyrir mér. Af hverju Nordslæfi en ekki eitthvað annað? Er það bara út af því að, er það svona heila í kalegur? Að því við fórum hann í sumar og Já. leiðum bíla og það er bara allt í kringum þetta. Ok. Hefur þið farið á það? Nei, ég er nefnilega ekki frá Nordslæfi sko. Þú Ég er, verður að ég, er, fara. ég er að velta því fyrir mér sko, hvað er það sem að dregum hann að Eh, Nordslæfi? Málið er, þetta er ekki bara, sko, þetta er ekki bara breytin sjálf. Nei, Ok, það er náttúrulega ákveðið risk að fara hana ef þú Já. pressar á það mjög dýrt og já, þú getur ekki fara á bíluna, þá ertu svolítið fókt, sko. já, En þú átt þín eigin bíl Já. eða leigi bíl eins og við gerum frá fyrirtæki, þá er ekkert mál, sko, sem er sérhæft í þessu. já, sko. leigir þú þess að bíl á brautinni? Já, það er, Já. við fórum með Nurbalife, það er mjög næs hjá þeim, sko. Það er sjálfsóparinn er svona mikil, sko. Já, Ef þú skemmir eitthvað, þeir eru mjög næs, sko. Þeir eru ekki bara að rukka fyrir stengast. nei. Hann sagði bara að þú kemur og ferginlega byggluð eða bílinn keyrir skakt eða vantar stuðara, þá rukka þeir, skilur, en Já. eitthvað basic slit þar alltaf. Já, Og hérna, en þeir eru mjög næs, sko. Já. Og, þú veist, það er náttúrulega brautin sjálf. Þetta er eins og rússibann í bíl. Ef þú keyrir þetta og horfir á vídeo á þessu, þá keyrir þetta töluleik, þú kannski veist cirka beigunar. Þess að við vissum að hún keyrir þetta í simrik svolítið mikið, sko, og bara, ok, vissum cirka hvað var að koma næst. En hæðarmunurinn, þú kemur kannski niður, það er kannski 20% sko halli, Já, það er fárlegt. ok. Svo er líka bara eitthvað svo langt, sko, og þetta er alltaf opið, basically. Já. Það er ekki eitthvað svona, þú getur bara að fara á það, þú getur ekki verið með hjálm eða bóka spes track day og eitthvað bull, Nei. ferð bara á netinu, það er bara dagatal fyrir sumarið, það er Já, bara grænt eða raut, Já. sendur hvernig hann er opinn, nema ef eitthvað árekstur gerist, þá þarf að loka hana í tímanbyrði, sko, en það er bara óhefni. Þess vegna finnst að gefa þessi 2-3 daga þarna, ef það verður rigning eða eitthvað, fyrir að sleppa því. Já. Svo er bara allt apprætt í kringum það. Bara allan daginn, allt sem er hann í kringum þessa braut, snýst þessa braut. já, Það er aldrei mættar hann fyrir samlutin, sér alltaf sturlaða bíla, Já. breyta bíla, alls svona dót. Þannig Svo að er þetta- þetta er bara svona upplifunin líka, bara Þetta er sjá. bara eins og verið í töluleik. Ok, Bara svona bílatöluleik, þetta er bara svona lítil heimur þarna. Já. Og allt snýst motorsport og bíla. Já, Svo er safnana, geggjað safn, Já. svona motorsport safn hjá Já. Nürburgring bygginguna. Þú getur að fara í Ring Taxi, ef þú treystir ekki að kera sjálfur. já, Þá getur þú borgað og þá fer hann mökka með þig á M3 eða Já. GT3RS. Einmitt. Og gaur sem veit hvað hann er að gera og keirir miklu hraðar en Já, já. þú er að keira, sko. Mhm. Og bara að vera þarna er svo töff. Vorum hann fyrsta kvöldið og mættum hana. Já. Og bæði sem er við hliðina á, sem heitir Adenau. Já. Það eru, allir fánun eru með svona checkered flag. já. Skilur svo er hringdröggana. Mm. Það er Juan Manuel Fangio. Veistu hvað það er? Já. Hans bíll, bara stytta. Já, Sem ok. hringdrögg. Það bara snýst allt um þetta. Það er Og fórum að fóra pizza þarna og það er alltaf borðað og svona á gáðsett. Það var bara endalaust, bara Porschear, Já, bara einhverju breytir BMW-ar, svona, bara inn í GM3, já, bara fullbúraður, já, bara með svaka kamber, bara já, geggjuleit í þessu, þetta er bara geggjað. já, ok. Það er bara þriðji hver bíl er eitthvað svona spes. Og er langt í sem sagt hína Nürburgring-brautina sem er að keppt í formúlu og svoleiðis, Hún er samtengd. hún er samtengd, Já, hún er bara hann að já. rétt hjá eða? Þetta er bara, þú fær hana Já, og, Norðsleifa er svo stór. já, Við erum að keira kannski frá einu litlum bæ að næsta bæ, já, svo bara allir keirðu við yfir að undir brautina. Bara maður heyrði bara, þá var maður að keira undir brautina. Einmitt. Og þessi Adenau, já, hún er í miðjuna já, á Norðsleifa, í rauninni. ok, Og þetta er voða spes. Já. Þetta er svona eins og annar heimur Já. í rauninni. Nei, ég er bara alltaf velt fyrir mér af hverju maður vilur Nordsleifi frekar en, þú veist, að Af því fara að- á af því að- spa eða Já. eitthvað. Það er alltaf Spa og líka hinn Nürburgring, Já. GP, sem Já. formúlur í. Já. Þú þarfst að fara þegar það er svona track day. Já. En Norðsleifa er Já, opinn er opin nánast alltaf, Já. nánast, skilur.
En ég var að skoða, ég er náttúrulega að lendir ítla fyrir mig, sko. Ég ætla að gera spa líka, en það er ekki opið þá. Nei. Það er einu svona mánuði, Já. held ég. Sumri, þú borgar 400 eurur eða eitthvað, 500 eurur. Og það er þá vantilega, dýrara en Það er miklu dýrar. Já. Þú borgar Nürburgring 30 eurur. Já. 30 eurur fyrir, hvað, 20 kilometrar. Já. Já, Það er alltaf næg, sko. Já, alls ekki slæmt, sko. Það er alltaf næg, sko. En það er bara alltaf að hætta ef þú lendir í slisi, þú verður að passa þig. Já. Það eru vídeo á netinu sem útskýra Já, hvað er best að gera, nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Ég held í fram ef þú hefur áhuga á bíla þetta er svona eins og Mekka Já, einmitt. finnst mér, þetta er svona staður við fórum í ferð í sumar, við fórum á Ultris í Pólandi og fórum okkur aðra staði, fórum í Stuttgart og Benz-safnið og Porsche-safnið og allt út og við allir vorum sammála við hefðum átt að sleppa helmingina sem við gerðum Já. og vera lengur en Nürburgring Já, ok. bara þetta var einu staðurinn sem hún allir bara oh my god Já. bara við þurfum að koma aftur Já. algjörlega. Svona rétt ára við hættum, Já. hvernig er bara svona venjuleg dagur hjá Tork Gaur? Bara dagstaglega. Já, bara þriðjudagur Þriðjudagur, það er ég á 7 ára tvíbura ok. sem var vagnar klukkan 6 og ég gef þeim að borða og dunda sér og gera svo klári í skólan vekja konunum minn kaffipalla kem þeim öllum í skólan, konan minn vinnur í grunnskóla líka svo keyri ég upp á Hvanneyri þar sem ég er með skrifstofu í landbúnaðarháskólanum og þar sinni ég alls konar markaðsstörfum og dóti og svo svo dagurinn búinn bara runni klukkan 4, gera heim sækja úr æfingum og svo kem ég heim og kannski klipp eitthvað efni sem að tengist bílum eða bara eitthvað svo leið sko. Þú ert ekki rockstjarna fljúg alltaf út að einhver helgi að gera Porsche Nei, ekki alveg svo gott sko, því miður. En er þetta aðalega helgarnar sem þú ert að nýta í þetta eða ertu komin á þann stað að þú ert komin með 100 þætti varst náttúrulega með vísi þarna á bakvið í tíma en ertu komin á þann stað að þú getur bara að höra ég ætla ekki að vinna í dag, ég ætla að fara að taka upp content. En sko ég geta því leiturinn til að ég á bara yfirmann sem að leyfi mér þá að flytja daginn á annan dag ef það kemur eitthvað það hefur komið fyrir að ég hef verið boðin á eitthvað í Þýskalandi og það er á mánudegi þannig ég segi, get ég fengið að vinna næsta laugardag frekar svo ég geti farið á mánudaginn þannig ég er mjög flexible upp á það að gera þannig ég kemst í svona flest sem að ég þarf að komast í sko. En annars ef eru bílarinn heima þá reyni ég að gera það helgar og og þannig að það er svona þannig að svona, það eina rockstjörnulega sem ég hef er það ég flexible vinnuveitenda það er bara mjög gott sko. og náttúrulega þér hefur verið boðið út og svona. Já, það er bara ákveðið svona klapp á baki líka sko að mér sé búið en eins og ég færi nokkur sinni fyrir Porsche líka sko og þeir grínast alltaf með það svona kemur íslenski bílablaðamaðurinn þessi eini hann kemur hann er þessi ekki Porsche heldur svona góðir hann yfirleitt ekki eins og þið myndu halda sko eða þú veist, Porsche eru nice þeir eru þýskir og svoleiðis en ok, hvernig á ég útskýrt það þegar maður fer fyrir aðra bílaframleiðendur að þá lendir maður oft í 4 eða 5 stjörnu hóteli og það er tekið á móti manni rosalega vel og maður það er þeir splæsir unni það er alltaf þannig sko. Þú þarft aldrei að leggja út neitt fyrir ferðarkostnaði eða neitt svoleiðis Nei, eitthvað að umbúði gera það Já, nei, það er alltaf framleiðandi sko. Okay. Og þú kemur og taka vel á móti þér og svo margir bílaframleiðendur sko, þú kemur inn á herbyggi þá farið alls konar merch svona welcome box welcome box, það er kannski svona lítil útgáfa bílnum eða bólur eða eitthvað svona dót sko. Derhúa eða eitthvað svona, eitthvað sem maður kann að meta eitthvað sem þú getur tekið með heim eitthvað svona skemmtilegt sko. En Porsche, þú ert á fallegum stað, þú farið alltaf að borða sem þú vilt þú farið að keyra eins og vitleysingur en eina sem ég hef fengið af merchi frá Porsche fekk einu svona blýant frá þeim ég er ekki að ljúga ég hef fengið Porsche blýant, that's it Ekki eins og penna, bara blýant Nei It's about, nein, das ist we are here to drive, we are not here to give you any product The price is the car og það er svolítið, maður fær svona tilfinningun svona you should be lucky that you are allowed to be here at all Það er bara að vera þakkláttur við en þú færð ekkert fucking dót sko verðinu er að við hringdum í því og ég er svona ég kann pínu að meta það hróka líka Þjóðurinn er mjög þýskur alveg mjög þýskur Þeir eru mjög svona er þetta og svona átt að vera allt annað er bara nei
En svo hef ég farið stundu sko hjá, hérna, ég held að það var hjá KGM sem sagt var sangjóngaður sko. Það bara fekk ég bara sjaldan fengið að mikið merchi sko. Ég fekk G-Shock úr sem var merkt KGM Musso. Já, sæl. Maður ekki bara svona, og alls sko, já, ég fekk hérna KGM merta reglíf, það brandið og ég alls konar drass sko. Ég held að Benz til að mér svipa á BMF kannski. Já. Af því að það var kannski KGM eða eitthvað. Þeir eru að vinna, þeir eru að berjast fyrir brandið. Suður-Kóru búinni líka rosa duglegur í að gefa manni drasl sko. Já, bara Suður-Kórisk menning þannig. Já, en eins og næst Porsche. Já. Þeir þurfa ekkert að auglýsa brandið. Nei. Þeir veit allir hvað Porsche er. Nei. Þeir þurfa ekkert að dundra í þig eitthvað heldinga merch. Nei. Þannig er þeir að vona, hann verður hann í KGM peysu, KGM hól og KGM hérna, derhú heimi á sér og er að auglýsa, skilur, Porsche drull. Þetta er bara Porsche, þeir þurfa ekki að auglýsa neitt. Porsche sko, þeir ættu næstu í frekar að vera að, þú veist, auglýsa með sko með, veist, snekkjum og engaflugulum og eitthvað svona, veist, þetta er í sama, þetta er í því, sko, já, ég veit það, Porsche design eitthvað. Já, ég meina að Porsche merchandise er eins og Ferrari merchandise líka, sko, þetta er alveg bara sér hluti af þessu, sko. Eins og frægan og maður stjórn eftir í Top Gear, þegar var hann með æluna. Já, þetta er bíómafmerki. This is worthless, og bara bíómafmerki 15 pund og bara, já. Þetta er þannig eins og með hérna Benz Ilmvötn. Já. Alltaf finnst það, þetta er alltaf drasl Ilmvötn sko. En samt, Benz merki á það bara, ok. Eða Ferrari Ilmvötn eða eitthvað svona. Eða Ferrari skór, Puma Ferrari skór, þú sé þá. Já. Þeir eru alltaf hallarislega ljót. Já, þetta lítur alltaf út eins og eitthvað svona sem þeir væru í að, hérna, pit-crewið í formúlunni sko, eitthvað svona dæmi sko. Ég myndi aldrei vera í þessu hjálpning sko. Nei. Svo kostar þetta 300 € eitthvað. Þegar ég var 10 ára þá var þetta the shit sko. Oh my god, Ferrari skór maður. En núna finnst mér þetta bara pínu shit. Akkurat. Ég myndi aldrei klæðast þessu sko. En fyrir þá sem er að horfa á hlusta, þá er þetta torkgaur.com, best að skoða kontentið þar. Já. Torkgaur á Instagram, Facebook, LinkedIn, MySpace. Algjörlega. Og þættirnir sem að voru allir í gegnum Vísi og það, þeir eru allir þar líka. Þeir eru allir á heimasíðunni bara undir vlogg. Þetta bara renna niður og YouTube líka, það eru allt þar. Getur þú gefið smá spicy á fólk að búast við eitthvað svakalegt? Máttu ekki lofa neitt? Jú, ég get alveg lofað. Ég get sagt það sem er framöndan. Ég get tölum traktorinn. Ef einhverju var á John Deere. Já. Það er hérna, það er svona allir bændur sem hlusta, bara tune in. Já, tune in sko. Ég mun prófa nýja BMF Neue Klasse. Ok. Neue Klasse, er það? Það er sem sagt bara ný hönnunarlína, nýtt brand identity, sem sagt þeir eru búin að fara frá öllum stóru nýrunum, búin að minka þetta design look. Er það bara eitt bít sem er svona að það breyta bara alla bíluna? Ég held að það muni koma á endanum að það verði allt line-upið minni fara þetta meira eða minna sko. En Neue Klasse, er þetta þá bara eitthvað prototype eða? Nei, þetta er sem sagt kom hana EX3 eitthvað tímann og þetta mun sem sagt leysa til að byrja með EX. Þessi þrýstur ekki er það? Þetta er svona, þú veist, næsta 3-lína, næsta 5-lína munu öll koma út í þessu hönnunartungum. Þetta er mjög flottara. Mjórri minni nýru. Mjórri minni, þannig að ég minnir að sé EX3 Neue Klasse sem ég er að fara að tjekka. Já. Og það eru einhverjir Hyundaiar sem ég er að fara að prófa. Svo er líka, ég er búinn að fara að sjá nýja Porsche Cayenne Ramagn úti, sá hann út í Leipzig í haust. Og hérna, en hann er að vonast til að Porsche syngi með aftur og ég fái að prófa hann actually sko. Hérna, hann er yfir 1000 hestafl og eitthvað svona bonkers dæmi sko. Bara Taycan Kram? Já. Nánast? Já, eða samt, þeir eru samt búin að endurnýja þetta allt saman frá, þú veist, já. Og ég er að reyna að hugsa hvað er meira, það er svo dettur oft inn eitthvað bara á nokkur En verður eitthvað í kannski eitthvað svona, svo segjum, í okkar svona ykkar kreðsum eitthvað svona eldra breytt, eitthvað svona, ekki bara rafmagn nýtt sko, eftir ég hérna byrti 850 þáttinn sko, þá alltaf koma svona gaurar og það eru hérna nokkru benskóri búin að hafa saman við mig okay. Og það eru nokkru bensar sem ég er með á lista sem ég ætla að taka, gamlir, sérstakir og ég er alltaf með svona nokkra safnar að kalla á lista sem að ég veit að ég má banka upp á og mér langar að kíkja og prófa. Það fyrir svona tilbreytingu frá rammagseflingana sko? Já, ég geri það eiginlega meira fyrir mig og fyrir áhorfið sko. Ég er að segja því að það eru þættir sem að skila sér aldrei fjárhagslega. Nei, alls ekki sko. En þeir eru samt fyrir sálina.
fyrir sálina en þeir eru samt fucking skeri sko að kera á þessum gömlu bílum Já, líka sko og en já, það er kannski getur bara tekið smá hugmynd bara, Já. kannski tekið bara eiganda með sko, spjalla við hann og svona. stundum hefur er eigandinn bara efni í þátt í sjálfu sér sko Já, en hafa samt ekki áhuga að láta já, en ég hef oft sumir vilja ekki verið já, í kameru sko, nei, en skilja. oft ég hugsa bara vá, það væri bara geggjað að fá að lefa þér að tala um þetta sko já. Já, eða bara hafa hann í bílum hafa hann í bílnum rundum já, hafa- já Og því að Það er svo oft sem að fólk er bara ekki myndaðala týpur. Nei, ég bara ekki skilða Já, nei, já, svo- þið sjónar bara Sko, missed opportunity já, en sumir af þessum köllum sko eiga líka sko og ég segi kallar og dittir alls kallar Já. top tip konur hafa engan áhuga á gömlum bílum Svona kannski mjög fáar Já. Svona- þú veist, ég það talaði er eina bara já, ég þekki ekki margar en allavega en ég þekki nokkra kallar sem eiga sko heimskulegan bílskúr sko Mhm. sem við myndum bara ekki átt ykkur á Bara svo rugl bara rugl eitthvað sem við Já, myndum ekki vita að væri til á landinu sko og það er stundum alveg bara svona óþægilegt að mig ekki segja meira Já, ég skil Akkurat. Já, þetta Það verður gaman að fylgjast með og sjá bara hvað fylgir og bara gaman að fá þig í já, bara ekki spjall og fá að læra eins meir um þetta. já, Þetta er svona annar vinkill af því sem að Já, hefur verið hjá okkur. já, þetta er aðeins öðruvísi minna spól Já. og minna koppafitti en Akkurat. Við erum að fara í allt já, Já, já. Í öllu. Algjörlega. Ef þetta er á hjólum þá ætlum við Og endilega tjekkja á Torkgaur og bara takk fyrir að hlusta á Shift Happens. Við erum í boði Dragonfly Inc., Monster á Íslandi og Lois. Og þið getið kíkt á lois.is ef þið viljið kaupa merch og styðja við okkur. Og bara Lois á Facebook, Instagram YouTube, allra staði Yes sir. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur, bye bye